Gott kvöld, kæru áhorfendur, verið hjartalega velkomin með okkur í Krikann í Hafnarfirði. Leikur 3 hér í þessu úrslitaheimi karla. FH, Afturelding, staðan 1-1. Það allt nýfi aft, það frábær stemmingin í húsinu. Með mér er Einar Ingi Hrafnsson. Einar Ingi, við kannski byrjum á samt að óska Valsmönnum til hamingju með að vera Evrópubikarmeistarar, hversu geggjað? Ja, stórkostlegur árangur bara á ótrúlega gaman að fylgjast með þeim í gær, bara stigu upp einhvern veginn þegar reynda á og sigldu sig heim bara fyrir íslenskan handbolta, bara til hamingju með íslenskur handbolti. Já, þetta var skrítið einhvern veginn að upplifa þetta. Já, það var einhvern veginn öðruvísi svona stemning í húsinu. Þetta var sérstakt. Já, þetta var mjög einhvern veginn gaman að horfa á þetta í sjóminu, höllin einhvern veginn ógeðslega flott, svona old school svona gamli skólinn. Já, svona Balkan eitthvað í gangi og bara, já, virkilega sterkt af Valsmönnum að ná að loka þessu eftir einhvern veginn að það var að þróast í aðra átt. Grikkirnir voru konið 7 mörkum yfir á tímabili og maður var einhvern veginn að missa trúna bara heim í stofu en já, bara geggjað. Já, bara hélt allir með Valsmenn í gær, til hamingju Valsmenn, algjörlega truflað. En að þessu heimi, ég held að Valsmenn einmitt hafi grænt á því að vera ekki hér í dag. Ég held að svona í þessu heimi held ég, en maður veit aldrei. En hér í dag, FH, Afturelding, þetta er lið sem að nærast á sínum eigin heimavelli. FH getur komið tilbaka síðast með innkomu Arons. Hvernig sjáum við hans hlutverk í dag, Einar? Ég allavega svona, maður heyrir að hann sé bara nokkuð góður, eða bara þessi leikur á miðvikudaginn hafði svo sem engin áhrif á hann líkamlega, þannig að ég held að hann stígur bara inn í stærra og stærra hlutverk eins og hægt er, en auðvitað, menn þeir sáu gameplanið í síðasta leik gangu, þannig að ég held að reyni að limita hann eins og hægt er, hvort það verði korter, 20-20, það kemur í ljós, en ég held að já, hann verður allavega lykilfaktor áfram eins og á miðvikudaginn. Og ég meina að þú heldur að þið sé að fara að reyna hann eins og korter, kannski að mjaka það aðeins lengra ef þarf, þeir kannski að reyna að lesa þess í það. Já, það fær náttúrulega svolítið eftir bara hvernig leikurinn einhvern veginn byrjar. Leikurinn á miðvikudaginn, hann þróaðist einhvern veginn, mann svona fannst eins og FH hafði svona fá svör sóknarlega í uppstilltri sóknum, en samt einhvern veginn var staðan 7-6 fyrir FH og búið að vera einhvern veginn bras, en ég veit ekki, þeir sjá bara hvernig þetta þróast, Aron verður klár, en ég er svona nokkuð viss þetta verði eins, hann byrjar á bekknum og verður svo tilbúinn. Það er ekki spurning, svo er það bara aðri leikmenn sem þurfa að stígu upp, Ási þarf að halda áfram að eiga leika sem er 25 ára. Já, algjörlega nákvæmlega eins og hann er 25 ára. Ég meina, gæði bara stíga ekkert eðlilega mikið upp í þessari úrslitakeppni og núna þegar svona, þeir þurfa virkilega á honum að halda, þá er hann bara til staðar og búinn að vera til staðar, þannig að hann er að gefa þeim allt annað vinkil og sérstaklega þetta því að Aron er að koma inn og veita svona ákveðna ró fyrir hópinn af því að mér fannst alveg augljóst í leiknum núna á miðvikudaginn að Jóhannes Berg sérstaklega, hann er bara allt annað leikmaður með Aroni heldur en þegar aðri leikmenn er að spila þetta, Einar Sindri alltaf búinn að spila mikið í fjarverunni, Aroni spilaði ekkert á miðvikudaginn, þannig að já, hann gefur þessu ákveðin faktor en Einar Bragi þarf að stíga upp bara hvort sem Aron sinnaði ekki, það þarf að koma meir í vopna því ég er nokkuð viss Afturelding þeir alltaf einhvern veginn að svara þessu öðulega, þeir geta ekki látið Aron komast upp með alltaf þessa hluti sem hann komst upp með á miðvikudaginn, það er alveg klárt. Akkurat, þeir þurfa að stíga meir út í hann, eins og þeir fengu sjálfur að finna fyrir í hinn áttina, þeir var að stíga mikið út í Þorsteinn Leó, vörnin í FH var mjög sterk, þannig að þeir þurfa að halda því áfram. Já, hún var frábær og það er náttúrulega þetta, við erum bara konir í final sem þetta snýst bara þessi þannig að þjálfarakapal og við sáum bara að FH-ingarnir, þeir unnu bara þjálfarakapalinn fyrir leik 2. Þeir voru algjörlega búin að breyta upp þessu sem var svona einhvern veginn, tvisturinn var alltaf að fylgja Steina út, þeir voru að spila Júka, spila Kairó, alltaf þegar Steini var að koma í þessa flugbunduna miðjuna sem var svo stórhættulegt í leik 1, þá steig alltaf bakvörðurinn í FH-ingum út og tók þetta frá þeim. Og Afturelding hafði bara ekki svör, það vantaði svona einhvern veginn in-game coachið hjá Aftureldingu að breyta þessu, hvað er alltaf að adjusta, en ef maður veit eitthvað þá er svona Gunni Magni svona frábær á milli leikja að búa til eitthvað nýtt gameplan, þannig að það kemur pottþétt svar. Ég vona að þeir fari meir í klippingar, fari kannski Júka hægri, þessi Birkir kemur í ára svona bindi niður og klippur svo í Steina. Það er bara ósköp einfalt, þeir verða að svara þessu. Af því að það gengur ekki að, ég ætla ekki að segja að Steina hafi verið non-faktor, en þú veist, hann kláraði leik nummer 1 og þeir verða virkan betur í að gefa Aftureldingu auðveldari mörk og það er svona, FH kemur líka með eitthvað nýtt, þetta er svo skemmtilegt og það er svo gaman að sjá einhvern veginn hvað gerist. Algjörlega, við erum í frábæri stemmingunni í Kaplakrika, Friðrik Dór er að syngja hérna FH-lagið, það eru kveikt ljós og í stúkunni, þetta er algjörlega magnað, en við verðum að heyra þessi Steina Ardal sem að Gaupi hleraði hér áðan, við ætlum að heyra
hvað Steini Arnar þjálfari FH að segja. Góður sigur í síðasta leik, hvernig nálgastu þennan slag í kvöld? Jó, við bara eins og hinna leikina, við bara fórum vel yfir síðasta leik og við gátum alveg fundið atriði þar sem við þurftum að gera betur og þurfum að gera betur og svo er þetta alltaf ákveðin svona skák varandi það, hvernig þeir bregðast við hinn og þessu en við erum svona bara nokkuð vissir að það sem við erum að gera eigi eftir að virka vel. Aron Pálmarsson kemur inn í síðasta leik og hann skiptir í raun sköpum. Já, Aron er frábær leikmaður og hann var líka búinn að bíða lengi eftir að komast inn á völlinn aftur og það var bara gaman að sjá hann líka bara njóta þess og þegar menn njóta sín þá spilaði vel. Þetta hafi verið mikið líkamleg átök og þetta tekur á. Já, þetta eru bara tvö mjög fysiskt lið, Aftureldinga er svona mjög líkamlega sterkir með mikla byssur og það er mikið svona pústra og þú ætti að vera klár í þetta. Er þetta lykilleikur í kvöld að Íslandsmeistaratitlinum? Þetta er bara einn af þessum leikjum sem þarf að vinna, það er ekkert öðruvísi en það. Þannig að við erum bara með allan fókus á leikinn í dag og erum ekkert komin eitt lengra en það. Já, þú hugsaðir ekkert lengra? Nei, þetta er ekki hug. Þetta er Einar Ingi, það er ennþá stemningin í húsinu. Steini snertir aðeins á þessu þriðja leik sem við vorum aðeins að fabulöru en áður en fórum í útsendinguna. Þetta er leikur sem skiptir bara öllu máli, upp á að taka bílstjórasætið og leiða inn við þér. Ja, það er bara þannig. Steini bara einhvern veginn dipló, en það er alveg klárt, þetta er algjör lykilleikur. FH vann aftur þennan heimaleikja rétt með því að vinna í Mosó á miðvikudaginn og núna, þeir eru alveg klárir á því að þeir verða að vinna, kannski verði ekki, en að vinna í dag og í kvöld, það gefur þessu faktorinn til þess að geta klárað þetta í næstu viku og Steini veit það alveg. Já, ég meina eðlilega, en það er að tala svona, það er að taka sína menn aðeins niður, svo að halda um í jörðinni. Þú snertir aðeins á afturöldingu en áðan hvað þeir þurfa að gera, þú vilt sjá þá fara í ákveðnar aðgerðir. Heldur þessi auðvelt fyrir þá einmitt að ná sér úr fasinu sem þið voru í síðasta leik, tappa samt bara með einu marki, er alveg inn í leiknum allan tíman, en það vantar aðeins upp á. Já, ég held, mikill fókus örugglega fyrir þennan leik er svolítið Aron Pálmarsson. Hann einhvern veginn kom inn í leikin sem algjör X-faktor og þeir höfðu bara ekki svörin í þessum leik í dag og í kvöld. Þeir verða einhvern veginn að klukkan betur. Það verður fysik báðum megin. Menn vilja svolítið kannski leyfa Aron að finna þess fyrir því. Hann komst held ég frekar auðveldlega frá þessum leik. Ég menn hann var bara að spila sóknarleikinn. Þetta var svona rullaði einhvern veginn algjörlega í hans hag. Og þess vegna verður gaman að sjá einhvern veginn afturöldingu hvernig alltaf reagir á varnarleikinn. Þeir mega bara ekki verið eins aftarlega eins og þeir voru þegar hann er ekki inn á. Því að varnarleikurinn í afturöldingu er búinn að vera frábær þegar Aron er ekki inn á. En svo akkurat þegar Aron kemur inn í síðasta leik þá einhvern veginn það voru engin svör og eins og ég sagði það hann vantaði eitthvað svona in-game að breyta og adjusta. Það kemur núna og svo bara kemur ljós hvernig FH svarar því. Ég meina eins og þú er búinn að koma inn á, Steini kom inn á það, þetta er fysiskt, bæði eru liðin fysiskt. Og svo er þetta þriðji leikur í úrslitum, þá verður þau bara að berja frá þér og það er skrítið eins og segir að Aron Pálmarsson hafi komist kannski þægilega frá síðasta leik að það hafi ekkert verið átök, það var ekkert að brjóta á hann var bara frjáls. Já, það er akkurat þannig, hann var allt og frjáls, fekk að gera það sem hann vildi og auðvitað líka, ég meina, þegar þeir reyndu að fara út í þá losaði hann bara boltann. Jóhannes Berg, hann bara var alltaf klár breytt. Þeir voru lengi að bregðast við, þeir voru hægir út einhvern veginn. Þegar þeir voru að koma einhvern veginn, reyna að koma okkur að blinda hlið sem að ég reikna með að þeir geri meir í dag. Þeir koma svona blindu hliðina á Aroni þegar boltinn er að koma frá vinstri til hægri. Þá var bara Aron svo klókur, hann var að losa hann. Átti náttúrulega einhverja sturdaða sendingu niður í vinstra hornið mitt í leik 1 sem var svona algjör undir pressu, leitar yfir. Þannig að ég veit að þetta er erfitt, Aron er Aron sko, hann var bestur í heimi í 15 ára, þannig að já, það verður gaman að sjá hvernig við reagir á þetta. En svona að afturöldingu þeirra vopn er Þorsteinn Leó sem við erum bara að tala mikið upp, eðlilega, hann er bara sensation í handboltaheiminum. Og veist, hvernig geta þær komið honum inn í leikinn ef FH ætlar að koma hátt út á móti klippingu eða móti þegar hann kemur inn á miðjuna, hvað geta þær gert til þess að koma honum inn í leikinn? Ég ekki talað hann, ég heldur verða að fara meira í klippingar, virkja Birkir svolítið meira í sér júkafærslu það sem hann er að binda niður áður en að Þorsteinn kemur því ef að Þorsteinn á að vera að koma alltaf í svona boltalaus hlaup inn á miðjuna þá bara stíga þær út og taka það frá honum. Ég meina Valur gerði þetta líka á móti Aftureldingu
Pettersson var að rjúka út í Steina en þá var bara einhvern veginn Steina að ná að finna hann af sér sem gekk alls ekki í síðasta leik. Þannig að já, þeir verða með þetta áfram, skilurðu, reyna að losa hann, en svo þurfa bara Blær, Birgissteinn sérstaklega, þeir þurfa bara að virkja sig, komið í þessar árásina því að það má heldur ekkert einhvern veginn ganga upp að þeir senda alltaf tvistin út F-fáingarnir, þá er inni plássið bæði á Blæ og Birgissteinn á Gústa Birgis og þeir eru ekki að ná að virka það sem er hægari heldur en bakverðinir, meira pláss, þannig að þeir eru búin að tala um þetta allt, það verður bara gaman að sjá hvernig þetta mun heppnast. Kannski svona lokum með afturhendingu, heldur að þeir sé að vera að rótera mikið fyrir utan, heldur að Gunni sé að rótera liðinu eða treysta á að menn eigi bara góðan leik eða góða 20 mínútur hálftíma, hvernig sé það fyrir þeir? Ég held að hann byrji klárlega eins og hann er búinn að byrja, með Birgissteinn á miðjunni, Blær kemur kannski á liti fyrr inn ef að Birgissteinn er ekki að finna sig, svo var ekki að finna sig í síðasta leik og er það bara meira í þessari varnarskiptingu sem bara hefur verið að halda nokkuð vel svona heilt yfir. Ég veit það ekki, kemur Árni bara aðeins inn í skittuna, það er svona faktor, ég meina þeir verða að hvíla eitthvað, þeir eru búin að spila á fáum mönnum og færri mönnum en FH, þannig að það er kannski meiri þreyt í þeim en eins og sagði hann, þetta er leikur 3, þetta er lykilleikur og ég held að menn þreytan er ekki neitt faktor í dag. Ekki spurning, það er sturluð stemning hérna Heinaríki, það eru pakkfullt hérna, það er pláss fyrir kannski 50 Mosfellinga í viðbót. Það eru eitthvað 2200 pluss inn í húsinu. Við hefum von á hörkuleik. Við hefum von á hörkuleik og eins og segir þessi stemning, ég meina, sko þessi stúka hérna megin, hún er ekki lögleg ef við vorum að pæla í því svona upp á fjölda. Það er alvöru pakkað, við viljum á þetta svona. Ég meina, það er fólk komið upp á svalir í einhvers konar VIP eða hvað við köllum það, það er bara búið að tjaldöldu til hérna, afturhendingafólki líka, það er bara stemning, það verður svona barátta innanvallar og utanvallar, þannig að ég hlakka bara til. Þetta verður geðveikt, við eigum viðtal við Gunni Max sem að Kaupi tók á hann, geta að hleypa Heinaríka upp að lýsa með Kaupa, en fyrst heyrum við hvað Gunni Max hafði að segja. Gunnar, naumt tap á heimavelli síðast, hvernig hyggst þú nálgast þennan leik í kvöld? Þetta er bara, fyrstu 2 leikinni mjög stutt á milli þessara liða og meina leikum að jafn síðast er að 5 mínútur eftir og það reyðist á síðustu sóknunum en það er bara fullt af hlutum sem við getum bætt og við höfum verið að vinna það núna á millileikja að reyna aðeins að fínstilla okkur og laga hluti og svona margt meira að vaksa inn í einvið að spila alltaf betur og betur og læra meira og meira á F-fangana og það er bara ákveðnir hluti sem við þurfum að bæta í kvöld sem við getum bætt frá síðasta leik. Aron Pálmarsson, hann fór illa með ykkur í síðasta leik. Já, hann gerði það og það er ekkert eitthvað hókus-pókus á hann en auðvitað þurfum við að stoppa hann betur og svona heilt yfir líka bara spila það betri varnarleik en á sama tíma þá fannst mér líka sóknarleikurinn ekki eins góður og við eigum inni þar líka. En þetta eru svakaleg átök líkamlega. Já, og það var mikil harka í síðasta leik og kannski svolítið mismunandi milli dómara, maður er að fljótur að lesa línuna hjá þeim og hversu mikla hörku þeir leyfa en þetta bara fylgir, þetta er úrslita einvígi og menn gangi eins langt og þeir geta til að ná í dollana. Ertu með næga breytt í að klára þetta? Já, við erum ferskir og það er alveg töluvert á milli leikja og þreytar engin afsökun dag og við erum með svona góða róteringu og allir ferskir í okkur. Hvað þarf að gera til að vinna? Við þurfum bara að eiga frábæran leik, bæði vörn og sókn og við þurfum að fá markvörslu og FH er bara frábært. Til að vinna FH þá þurfum við bara að eiga mjög góðan leik og við getum það svo sannarlega og við erum bara klárir í þetta með full sjálfstraust. Það er örstutt í leik hérna, það er algjörlega truflu stemning og frábær uppbytun Friðrik Dór með FH-lagið. Það er eitthvað í loftinu, annar liðið kemst 2-1 yfir, það er staðfest og það er lið sem kemst 2-1 yfir. Ég held að sé tölfræðum að það sé svona 90% líkur að þeir fara alla leið. En ég ætla að senda boltan á minna langbestu menn Kaupa og Einar Inga. Takkið við strákar, góða skemmtun. Takk fyrir þetta og heildir og sælir. Áhorfendur góðir. Leikurinn að hefjast hér í Krikanum. Valsmenn sigruðu Evrópubikarinn í gær eftir sigur á Olympiakos í vítakeppni. Stór sigur fyrir íslenskan handbolta. Þjóðaríþróttin, ekki spurning, en ballið byrjar hér. Símon Mikael, Einar Bragi, Ásbjörn, Jóhannes Berg, Leonard, Jón Bjarni. Þeir hefja leik fyrir FH og Daniel Freyr auðvitað í rammanum.
Kukobat, Árni Bragi, Birgir, Þorsteinn Leó, Gunni Mal, Ígor Kopesinski og fleiri góðir í liði Mosfellinga tilbúinir í slaginn. Ásbjörn og Jóhannes Berg var frábær í síðasta leik. Aukakast hér. Það er spurning hvernig dómararnir nálgast þennan leik. Þetta er okkar besta dómarapar. Anton Gylfi Pálsson og Jónas Eliasson. Guðjón L. Sigurðsson er eftirlitsmaður á þessum leik. Mikil harka í tveimur fyrstu leikjónum. Ég er ekki vissum að þessi menn leyfi eins mikið og hér er Einar Bragi brotið á honum. Þetta er aukakast hér. Það var hart barist á Varmá. Menn gengur vasklega fram í Þorsteinn Leó Gunnarsson sem er búinn að missa 2 tennur og 3 treyjur. Slíkur á átökin en vonandi fáum við skemmtilega viðureign hér. Með mér Einar Ingi Rafnsson. Varnarleikurinn sterkur hjá Mosfellingum. Svona byrjuðu þeir síðast. Gunni Mal við það að stela knettinum en dómararnir með þetta allt í teskeið. Alveg til 1, 4 eftir mark. Ásbjörn Friðriksson komið vel inn í síðustu leiki. Einar Bragi með skot framhjá markinu. Athyglisvert í síðasta leik. Þegar Aron Pálmason kom inn á gjörbreyttist leikur FH-inga. Þeir gátu varla keypt sér mark án hans Einar Ingi. Nei, þetta svona, já, af þessari fyrstu sókvörn að dæma þá byrjar þetta nokkuð svipað. Vörnin í afturlíku stendur bara vel og FH-ingarnir bara í sömu uppstillingu. Eina breytingi sem maður sér auðvitað Jóhann Kukobat, hann byrjar í markinu í afturlíku. Það er áhugavert. Binni búinn að vera svona þeirra fyrsti markmaður núna held ég bara eftir jól. Þá er það Þorsteinn Leó Gunnarsson. Gríðarlegt efni þessi drengur. Alveg frábært eintak. Nautsterkur. Jakob Aransson inn á línunni í sókninni. Skiptir á milli varnar og sóknar. Búinn að vera frábær fyrir afturhelding á þessari leiktíð. Og Þorsteinn Leó Gunnarsson í gegn. Tekur skotið, brotið á honum. Aukakast dæmt. Spurning með orkustigið hjá Þorsteini Leó. Hann er lykil maður í þessu liði Mosfellinga. Það þarf að vera klókur, velja sína baráttur og svona ekki vera að fara í einhvern óþarfa barning. Og frábær línusending Jakob Aransson. En þetta er varinn. Dauða færi. En Daniel Freyr Andrésson byrjar þetta mjög vel. Það var Ásbjörn Friðriksson fyrir FH. Jóhannes Berg. Og hann með skot á gólfinu og skorar Jóhannes. Á góðu kili Andri Berg. Þarna spilaði lengi með FH. Frábær varnarmaður á sínu tíma og hér er það Þorsteinn Leó Gunnarsson og enn og aftur er það Daniel Freyr að verja fín færi sem Mosfellingar er að koma sér í en þeir verða að skora. Já, þetta var bara vel haldið pressunni eftir hraða miðju og Leonhard var virkilega tæpur að stela boltanum þetta en það endaði í galopnu færi fyrir Þorsteinn og hann verður bara að nýta þetta. Svona maður sé Danna, það er greinilega gír í honum, 2 boltar í fyrstu 2 skotunum, þannig að það var áhugavert að sjá framhald í honum. Hann byrjaði líka vel í leik 1 en datt svo niður en ég held að það sé staðráðinn í að hjálpa FH-ingunum eins og hann getur. 2200 manns í húsinu og það komast ekki meiri fyrir. Staðfestar tölur. Og þá Þorsteinn Leó Birgir. Og Þorsteinn í gegn og þetta lítur að vera hvað? Aukakast. Tekið í hendina á honum. Já, virkilega góð vörn og þegar Gústa kemur í reddinguna og já, fer auðvitað í öxlina á honum en hann hoppa náttúrulega bara beint upp og fær Stein á sig. 2 sendingar, þetta enda með skoti eða hvað. Og Birgir í loftið og hamrar þetta í netið. Birgir Benediktsson, vel gert hjá honum, hann jafnar metin 1-1. Einar Bragi með skot, veggurinn hirði þetta, vel gert hjá Mosfellingum. Birgir Steinn, hann þarf að vera kaldur, þorði ekki sjálfur. Gefur boltanum á stóra strákinn. Þorsteinn Leó Gunnarsson er mættur til leiks og kemur Mosfellingum yfir. Vel gert hjá Þorsteini Leó. Steinar litla eins og hann er stundu kallaður. Það var smá heppnistimmill yfir þessu. Ási einhvern veginn bjóst ekki við því að myndi hafa möguleikann á að grípa hann þarna. Jón Bjarni kemur inn á línuna. Aron Pálmason sagði mér hér í aðdraganda leiksins að hann væri í góðu standi. Fullkomlega heitt heilsu. Leonhard og Einar Bragi. Varnarleikurinn sterkur hjá Mosfellingum. Boltinn út í hornið á Símon Mikael.
Og hér það Jóhannes Berg með skot af gólfi aftur. Hann gerir þetta engar vel, drengurinn. Jafnar metin 2-2. Hrikalega vel skotið. Já, það alveg augljóst. Það búið að kveikja honum eftir svona frekar dapran fyrsta leik. Kom virkilega vel inn í leikin síðast, sérstaklega eins og við talaðum í mjög uppbytun náðan þegar Aron kom inn á. Og hann svo mikilvægur fyrir lið og búinn að spila frábærlega í vetur og hans vegna vona ég að hann einhvern veginn haldi svona áfram og haldi gæðunum uppi. Svo það lykilatriði fyrir Mosfellinga að Birgir Steinn eigi betri leik en síðast. Það var ekki slakur en hann þarf að vera betri. Þorsteinn, og þetta vel gert, Birgir í gegn, auka kast. Og dómararnir stöða hér leikinn og róa mannskapinn 2 mínútur hér. Út af með þig, Einar Bragi. Já. Anton Gylfi Pálsson með þetta á hreinu. Já, þetta eru búða 2 mínútur, það ekki til þess að gera, þetta bara kæling. Já, þetta svona menn að reyna að gefa svona auka púst þegar möguleiki gefst á og Anton hann svona lesir þetta bara og vill fá út úr leiknum. Stefán Magni Hjartarson kominn í hornið hér, strákur í 3. flokki. Bráð efnilegur. Þetta vel spilað og Þorsteinn Leó Gunnarsson skorar auðvitað. Annað markið hans. Mosfellingar leiða með 1 marki, vel gert. Já, við sjáum aftur líka þeir farið í svona svo 7-5 í yfirtölunni, taka markmann út á og eru með 2 línumenn. Það sem Árni Bragi að velja og gera það vel í þetta skítið. Einar Örn Sindrason kominn inn á í fjárveru. Einars Braga sem í kælingu. Miðjuflokkin verið feikilega öflug hjá Mosfellingum í öllum leikjónum. Og Einar Örn fer hér í árásina, brotið á honum, þetta auka kast og hvað gera dómararnir hér. Þau stöða leikinn, en við sjáum strax Einar Ingi að dómararnir hér. Það var 2 mínútur og 20. Já, ekki bara ég var að skoða þetta, já, skoðum þetta bara. Nei, skoðum. Já, þeir segja allavega 2 mínútur og 20 og þeir alltaf ekki að leyfa eins mikið og hefur verið leyft. Nei, og þetta virkir kemur bara þarna hjálpar vörnina og fer held ég augljóslega bara í andliti á honum, en bara vel gert, þeir leysa þetta á gólfinu og gefa honum 2 mínútur. Áfram með smérið, FH2, afturlending 3. Brjálæðisleg stemming, Friðrik Dór tók lagið hér í Memphis, lúðrasveitin Svanur, hlut af henni hér á svæðinu og þeir spila hér massa í stúkunni. Væntanlega eftir Karló Runólfsson. Þetta alltaf að geggju umgjörð. Frábært. Ásbjörn Friðriksson, frábær sending út í hornið og þetta vítakast og 2. Já, ég held að það sé rétt. Klaufalegt hjá Blagi að þetta byrjar náttúrulega því að Ígor hann hálf selur sig þarna alltaf og snemma og gefur ekki Birgir Steinn möguleikann á að vinna sig út fyrir blokkina. Já, þetta eru 2 mínútur allan daginn. Þá það Símon Mikael Jóhann Kukubat til varnar. Hvað gerir gamli maðurinn í rammanum? Búinn að vera óborganlegur og frábær í síðasta leik. Stórkostlegur í raun. Símon einbeittur á svip. Alveg upp í Háká í Kópavogi. Nýkomin úr klippingu, hvert áttan hafi farið, ég átta mig ekki á því. Góða strípur. Og Kukubat ver, hann lesa hann eins og opna bók, gamli maðurinn. Þetta er frábær markvarsla, sjáu þetta, sjáu hvað hann býður, pottrólegur. Þetta er bara frábærlega varið, Einar Ingi. Já, virkilega vel varið og svona sterk, maður sér einhvern veginn aftur líka, einhverju yfirspenna í gangi, núna 4 inn á vellinum, 2 færri og það er svona, já, það er mikil spenna bara í gangi held í báðum liðum. Þannig á það að vera og þannig viljum við hafa það. Þorsteinn Leó Gunnarsson fer í árásina og tekur skotinn maður og hann skorar stóri strákurinn. 3 mörk á honum, þetta er frábærlega gert. Þetta eintak, þetta er alvöru eintak, hér er engin útsala. Tekkamarkamunur. Þetta er frábær skot, ég held að Danni sé smá ósáttur við sjálfan sig að hafa ekki varið þetta var
Það var í svona rétt yfir hausinn á honum, hann beðist í tiltölulega ómikið niður finnst mér. Stefán Árnason, þjálfarinn frá Akureyri, aðstoðarþjálfari Mosfellinga, hann að stjórna lúðrasveitinni líka, það spurning hvort hann geti tekið klarinettið. Ég efast ekki það. Það er létt með það. Fín sókn og frábært mark. Leonard Þorgeir Harðarsson skorar hér líka munni í 1 mark. Þetta er frábær sending. Það var alveg sendingar feik þarna til að opna fyrir sig sjálfan. Mosfellingar leiða með 1 mark. Igor Komisinski kemur úr hópninu. Skila sér síðan aftur niður. Árni Bragi. Árni fer í árásuna, vel gert hjá Árna Braga. Hugsanlega hefðu Mosfellingar mátt nota hann meira þarna fyrir utan. Upp á endurheimt hjá Birki. Og Birkir Steinn, þetta er frábær hugmynd og geggjuð sending og frábært mark. Igor Komisinski. 5. markið hjá gestunum. Og þetta er frábær finta og snúningur og mark. Einar Bragi Aðalsteinsson. Það var geggjuð finta, skildi Árna Braga eftir á hælunum og hann er bara í ríkinu, hann er í ríkinu sko. Það mökk spólar í gegnum hann. Og snúningurinn. Ekki síðri. Við erum auðvitað sjónvarpi Símans í opinni dagskrá og áhorfið, maðurinn minn. Það er allt í standi hér. Birkir verður að taka skotið. Brotið á honum í skotinu, aukakast, segja dómararnir. Birkir átti libra spretti í síðasta leik, var virkilega sterkur, auðvitað frábær varnarmaður en manni finnst hann eiga meira inni sóknarlega. Já, manni finnst að hann eiga að taka tölvöld meiri ábyrgð. Loftull og Birkir Steinn var þetta leiðdrengur, brotið á honum, aukakast. Einar Bragi frábær varnarmaður, fékk tækifæri með íslenska landsliðinu gegn Eistum í 2 leikjum og stóð sér vel. Og þetta er ekki góð sending, blind sending og þetta er Birgir Már og hann getur jafnað vetinn og hann gerir það. Birgir Már Birgirsson kominn á blað. 5-5 er staðan. Já, við sáum aftur líka þetta að fara í þessu svoköldu júngafærslu og Birgir byrjaði að hóta út og Birgir Steinn í rauninni braut sig aðeins út úr þessu og það var fiskað bolti í hraðaflöp auðvelt mark. Menn þarf að forðast þetta bælið. Það var að Birgir og Birgir Benediktsson stöngin inn hjá honum, vel gert hjá Birgir Ben, 2 mörk á honum. Mosfellingar leiða með 1 mark. Ásbjörn, Jóhannes Berg. Góð hreyfing á FH-sókninni. Þeir eru kvikir, Ágúst Birgisson skilur sér tilbaka, skiptir á milli varnar og sóknar. Jón Bjarni Ólafsson, trökkurinn sjálfur, kemur inn. Bragi gerir þetta vel og Ásbjörn Friðriksson svakalega átökan inn á línunni og Jóhannes Berg í loftið, vekkurinn hirðir þetta, vel gert hjá Mosfellingum, þeir stela boltan í Jóhannes Berg en Jóhann Kukoman aftur með magnaða markvörslu sá gamli, wow! Já, kannski svona má pröfa þetta Jóhannes Berg að fá boltan aftur upp í hendurnar og hann tvingar þetta kannski aðeins örfi, nei, þetta er bara gott færi og vel varið. Frábær varsla hjá þeim gamla, sjáðu þetta hérna. Les leikinn vel, pollrólegur. Hér sjáum við stuðningsmenn Mosfellinga, Eiður Guðjónsson, gröfustjóri og blómasali í Mosfellsbænum stýrir þessu. Eini maðurinn í Mosfellsbænum sem getur látið blóminn tala. Færði okkur blómvönd hér fyrir leik og kunnum honum bestu þakkir fyrir. Topp eintak, Eiður Guðjónsson. FH 5, afturlending 6, Blær Indriðsson. Og skotið yfir markið. Þetta var færi, auðvitað verða menn að taka þessi skot, ekki spurning. Ásbjörn, Einar Bragi, Ásbjörn aftur og þá Jóhannes Berg.
Ágúst Birgisson þarf að skipta, þetta tekur allt drygglanga stund hjá FH-ingum. Gunnar Magnússon að brýna sinni menn á Varamannabekknum undir stjórn Lúðrasveitar Svans. Og þetta er vel varið og Gunnar Malmqvist, sjáu þið drenginn, fær þarna tak í lærið en Kúkómat ver. Gunnar þarf að fara að velli. Hann hefur tognað þarna sýnist mér, ég get ekki séð betur eða fengið högg. Þetta eru slæm tíðindi fyrir Mosfeldinga, frábær varnarmaður Gunnar Malmqvist Þórsson. Þú finnur ekki betri liðsmann en þennan dreng. Nei, orkustíð og hvernig hann drífur í raun allt liðið áfram er stórkostlegt og það væri alvöru högg fyrir Aftureldingu ef hann er að kúpla sig út með einhvers konar meiðslum á þessu tímamóti. Bergvin Þór Gíslason auðvitað á bekknum, hann kom ekki mikið við sögu í síðasta leik, það er sterkur leikmaður á ferð. En Gunnar Malmqvist, ef hann stendur upp og þá er allt í lagi. Það er alveg klárt, þetta var ekki síðasta mínúta hans í þessum leik. Þá koma Mosfeldingar leiða hér með einu marki, hörkuleikur. Varnarleikurinn verið frábær hjá Mosfeldingum. Þurfa að skerpa sig aðeins sóknarlega. Birgir Þorsteinn Blær Hinriksson. Og Blær, þetta er vel gert hjá Blær, hann býr þetta til fyrir Þorsteinn Leó Gunnarsson sem er að skora sitt 4. mark, þvílíkt og annað eins þvílíkt skot hjá þessum dreng. Sjáu þetta er bara hamar. Frábær skot og virkilega góður undirbúningi á Blær að binda Gústa vel niður þarna og algjört dauðafæri fyrir Steina. Já, Blær átti heiðurinn á þessu marki, hann les leikinn vel, Blær Hinriksson vel alveg upp í boltanum. Þetta er bara uppskriftinn, kort er búið og Aron Pálmarsson er mættur á völlinn. Aron breytti leiknum síðast, gerir hann það aftur. Birgir í vandræði með Aron og hann kemur boltan á Jóhannes Bergvin. Þetta er frábær varnarleikur hjá Mosfeldingum. Og Árni Bragi skynsamur klókur. Þetta er vel gert hjá Mosfeldingum, þeir eru skynsamir, þeir eru rólegir, yfirvegaðir. En það þurfa þeir að vera í 60 mínútur, Einar Ingi Hrafnsson. Já, þeir þurfa að halda skipulagi og halda haus og ekki láta Aron og svona, hvað segir maður, við höfum kannski ekki talað um að svona kýting frá Einari Braga hafa mikil áhrif á sig. Og Þorsteinn Leó fyrir í snúningi hérna og þetta er frábær sending, enn og aftur er það Blær og sjáu þetta skot. Þetta er listamaður Igor Kopinsinski. Þetta fá listamannalaun í Mosfellsbænum. Ég legg það til að bæjarstjórnin verðlaunar 3 marka munur. FH 5, Afturelding 8. Við skulum heyra í mannskapnum. Þessar myndir segja allt sem segja þarf. Þetta er rosalegt. Heyrum ekkert í þeim. Já, þeir svona skilaboðin voru svolítið svona Steina Aron að halda smá breytt þegar Aron er að koma í þessar árásir. Það gekk auðvitað vel í síðasta leik að Aron var að draga í sig mikið 1,5 og ná að losa breytt, sérstaklega á Jóhannes Berg sem að komst ítrykkað í gegnum 1 og 2 og opnaði hornið. En svo er það náttúrulega frasi í svona leikjum. Það er bara ein sókn, ein vörn. Hver sókn og hver vörn er mitt, hún lifir bara í sínu eigin lífi. Maður þarf að vera virkilega fókuseraður. Það er í rauninni ekkert í boði að slaka eitthvað á eða ætla að hvíla sig ef maður getur orðað þar. Sáum Pétur Júniusson þarna í stúkunni, litla rúsajappan úr Mosfellsbænum. 3 marka munur. Nú þurfa FH-ingar að grafa djúpt. Jóhannes Berg fer í fintuna þarna, eða breyfinguna utanverð. Oftar en ekki kemst hann í gegn, en
verða að hæla Mosfeldingum fyrir varnarleikinn. Gunnar Malmqvist nema hver er komin aftur til skjálana eftir höggáðan og Aron Pálmarsson, takk fyrir þetta. Hann er mættur til leiks. Frábært skot. Er svo hrikalega öflugur af gólfinu eins og sagt er. Og Birgir Steinn með skotið. Daniel Freyr ver. Og Ásbjörn grýtir þessum fram á þennan hér. Hann heitir Birgir Már og hann setur þetta í netið. Birgir Már Birgirsson, einmarsmunur, þetta er fljótt að fara. Já, og Danni leið og hann ver. Hann varði þetta fyrstu 2 skotin í leiknum og svo hefur hann svona bara síðustu 12-13 mínúturnar ekki átt erindi í sem erfiði og svo kemur núna loksins eitt bolti í hraðaflug á mark og það er bara strax stóra einsmarksmunur. Birgir, Þorsteinn Leó Gunnarsson, Blær dregur vel frá og þarf hann að fara í árásina, hann gerir það hér, fer í skotið og skorar Blær Hinriksson, hann hefur heilt í okkur. Fyrsta markið hans vel gert, 2 marka munur. Skiptingar á milli varnar og sóknar hjá FH. Aron Pálmarsson spila bara sóknarleikinn eins og Jón Bjarni tekur ekki þátt í varnarleiknum. Jóhannes Berg FH-ingar leysa inn úr horni og Aron með skotin, Kukobat ver, þarna var hann mættur. Vel gert hjá Jóhann Kukobat. Birgir Bendisson, Birgir Steinn verður að fara alla leið, hættir við það og fær auka kast. Var að skamma hann að Birgir Bendisson, hann var að þvælast fyrir honum en hann fer hér út af, skiptar á milli varnar og sóknar núna. Birgir Steinn, Jakob Aronsson kemur inn. Koma Mosfeldingar. Blær, Birgir, Þorsteinn Leó. Vel spilað hjá þeim Mosfeldingum en Daniel Freyr ver afar mikilvæg markvarsla hjá Daniel Freyr Andréssyni. FH-ingar geta minkað muninn í 1 mark. Einar Bragi, þetta eru 2 mínútur, takk fyrir komuna í bili minn kæri. Þetta er brottvísun númer 2 á Birgi og það er ákveð umhugsunarefni. Arnór Gylfi sagði við Einar Braga, hættu þessum stælum. Vel gert hjá Antoni Gylfa. FH 7, afturhending 9, nú geta þeir minkað muninn í 1 mark. Þetta er naglbítur eins og allir leikirnir hafa verið. Þetta eru gríðarlega jöfn lið að styrk og getur. Já, þetta ræðist allt á litlu hlutunum og auðvitað þessum svona punkti hvaða adjustment þjálfarnir eru að koma á tímapunktum innan leiksins. Og Aron, en boltinn þarna í Mosfeldinga áfram með leikinn. Aron er að undirbúa skot eða hvað, nei, það kemur boltanum á þennan hér og brotið á hann og 2 mínútur, engin miskunn. Anton Gylfi Pálsson. Þetta er línan í leiknum hjá þeim. Já, það er í rauninni bara þannig, hún er að fara svona ítrekkaði eða nokkuð oft aftan í liðsmenn FH-inga og það er bara brottvísun. Sjáum þetta hérna. Ekkert við þessu að gera. Og Mosfeldingar þá teimurfæri. Og koma FH-ingarnir Jóhannes Berg, Aron Pálmarsson og Símon Mikael og hann skorar. Guðjónsson. Hann er komin að blað. Vel gert hjá FH, þolinmæðir, byggði til færinu og það er auðvitað bara þannig þegar þú ert 6-4 þá átt að fá galop í færið og þú ert þolinmæður og þetta kannski ríkur Gunni Mala alltaf mikið út í Aron. 6 metra færi auðvitað. Andri Þór Helgason kominn inn á í stað Ígor sem er í kælingu utan vallar. Frábær leikmaður. Þá Blær og fer í árásinn og þetta er svo hrikalega velgerð. Blær Hinriksson kominn með 2 mörk. Já, Blær er að koma virkilega vel inn í þennan leik. Hvort sem að sé bara með árásunargirni eða bara svona eins og við sáum á hann að binda með niður og opna fyrir aðra. Hann er að hrósa á Blær fyrir hans innkomu. Hann er svo líkamlega sterkur.
Tveggja marka munur. Vitlu skipting segir hann. Þetta rándýrt. Þetta svo mikill klaufagangur. Birkisteinn skiptir eitthvað vitlaust. Hver fær færri dag? Þetta svo dýrt í svona leikjum. Já, og svona tímapunkti. Gaupi, þeir eru 2 færri og eru að lenda 3 færri út af þessu. Ekki gott. Þetta ekki til útflutnings. Nei, og eins og þarna, þeir eru að skipta markmannunum inna og nokkrum leikmönnum, 2 leikmenn að skipta þarna og þá verður Stefán Árnason verður bara að hafa stjórn á þessu, sérstaklega þegar þetta er svona. Lúðransveitin Svanur heldur upp í stuðinu Leonard og hann skorar. Þetta vel skotið í honum, hefur frábæra hendi eins og sagt á handboltamáli. Eins marksmunur. Gestirnir leiða en þeir eru fámennir. Og kemur ungi maðurinn inn á Stefán Magni Hjartarson og hann þarf að gera þetta í miklu magni núna. Bráð efnilegur piltur og skemmtilegur og Blær. Og þá stóri strákurinn kominn inn. Þorsteinn Leó. Blær, hann fer í árásina og þeir fara í andlitið á honum. Þetta eru 2 mínútur. Já, ekki spurning. Þeir hlæja bara Ágústi Birgisinni. Já, þarna var kannski svona seinni hjálpin, þessi seinni pressa eftir hann fintar Gústa of sein og hann endar aftan í honum bara. Og þeir eru alltaf saklausir og það er líka til lagi. Já, þetta er klaufalegt, sérstaklega þeir eru svona í yfirtölu varnarlega. Þá verður oftast eins og þarna leikmaðurinn þarna með við varnarmanninn að vera að herra og tilbúin að hjálpa þegar árásin kemur. Gunnar Magnússon tekur leikhlé. En það er allt annað bragur á þessum leik heldur en hinum 2 varandi þessa brottvísanir. Við erum búin að sjá töluvert fleiri brottvísanir í fyrri hálfleik heldur en við höfum gert. Heyrim í Gunnar Magn. Gunnar Magnússon auðvitað hókinn á reynslu, þekkir þessi fræði út og inn. Búinn að vera lengi í bransanum eins og sagt er. Frábærlega skotið hjá Birgi Má. FH9 afturhending 10. En eins og við sögðum í upphafi leiksins og áður en að flauta til leiks, við vissum að dómararnir myndi ekki leyfa sömu hörku og hefur verið leyfð og þeir hafa haldið þeirri línu hér en þetta getur verið þunn lína og afar erfitt þegar líður á leikinn. Já, það verður gaman að fylgjast með þeim bara hvernig þeir ætla að halda einmitt þessari línu og þessum svona reyna að fá út þennan mikla barning sem hefur myndast hérna bara strax frá fyrstu mínútu. Þorsteinn Leó Gunnarsson búinn að vera frábær hér í upphafi leiksins með 4 mörk. Þetta er gullmúli og frábær sending Blær og Igor Kopecinski, hann hefur ekkert verið þessu maður. Þetta er svo vel skotið, 2 marka munur. Þetta er listamaður eins og ég sagði á hann, ég þreytist ekki á að segja það. Þvílíkt eintak. Ásbjörn og Aron stýra umferðinni hjá FH. Jóhannesberg. Og vel spilar þarna fín hugmynd hjá Aroni Pálmarsinni. Og boltinn inn á línuna. Og Jón Bjarni skorar. Fyrsta markið hans í leiknum. Gerir þetta laglega 1 mark munur. Gestur til leiða. Frábærlega gert, gaf sig góðan tíma og skilaði þessu örugglega í markið. Sjáum þetta hérna, þetta er dauðafæri. Þarna sofnar Árni bara aðeins í fæslunni yfir. Þorvaldur Tryggvason kominn inn á línuna hjá Mosundingum. Jakob Arason, Vært smá kvíl, Blær. Árni Bragi lafa stað í hlaupið.
Blær var ekki á því að láta hann hafa boltan. Og Blær með skot og mark Blær Indriðsson, 3. markið hans. Hann er búinn að vera frábær það sem afir í þessu leik, strákurinn. Tekur á skarið og kannski aðeins heppinn þarna að hann fara varnarmanni. Fengið gott. Hann bótaði uppeldi, pappans var auðvitað línumaður hjá Fram, Henrik Ólafsson, góður söngvari líka, eins og bróðir hans Egill Ólafsson. Já, og leikari. Þetta eru menn með musikalitet, eins og ég segi. 2 marka munur. Ásbjörn. Blær fyrir framann á Aroni Pálmarssyni. Ásbjörn verður að taka skotið en Kukobat ver fljótur að koma boltanum á Árna Braga. Þá koma Mosfellingar geta komist 3 mörkum yfir. Steini Stóri maður! Wow! Hann skorar 5 mörk frá honum. 3 marka munur. Og Ásbjörn og Jóhannes Berg í gegn og hann skorar. Kukobat var í boltanum en hafði ekki hefnina með sér. 3. markið frá Jóhannes Berg. 2 marka munur. Þetta er bara markan á milli hérna. Gott tempo og gaman að sjá hvernig liðin halda boltanum svona gangandi. Þeir eru ekkert að róa niður eftir þessar röðum niður og þessar seinni bylgjur. Það er bara tempo og áfram tempo. Dómararnir fylgjast með hverju fótmáli leikmanna, hafa vökul augu hér. En það dæmt marga stóra leiki gegnum tíðina. Það er nýr bolti og það er bara ný típa. Það er ekki oft sem maður sér það, ný tegund inn í leikinn. Blær, Árni Bragi. Blær Hinriksson, Þorsteinn Leó dregur þarna vel frá og Blær þar hann í árásina og þá kemur Þorsteinn Leó Gunnarsson skynsamur þarna alltaf að skjóta hætti við það skynsamlega gert og Árni Bragi og Blær við það að missa boltan, slegið til hans, 1 sending og 2 og þá er það bara Steini Þorsteinn Leó. Já, við sáum oft hérna sérstaklega einmitt í fyrri leiknum hérna í Kaplakrika. Hendin var ítrekka komið upp á afturöldingu og Þorsteinn svona hálf klipptið á störunni, trekk í trekk með skoti þegar 1-2 sendingar voru eftir. Náðu þeir í alveg rándýra klippingu fyrir úrslitakeppnina. Ég hef ekki séð svona dýra klippingu lengi og hér kemur skotið. Þetta er bara í auglýsingaskiltinni hérna í Krikanum. F-fáingar geta minkað þetta í 1 mark. Jóhannes Berg og hann fer í skotið en Kukobat ver. En þeir hirða frákastið og aftur ver Kukobat boltan í stöngina. Þvílík varsla. Og Blær og Þorsteinn, nei, missir boltan, gleymir boltanum og F-fáingar fá þennan bolta, auglýsingaskiltin. Já, það fæst fyrir lítið í bónus. Hættu þessu! Það er þessu maður! Við sjáum að Anton Gylfi Pálsson er honum verulega pirraður á Einari Braga. Já, hann virðist. Sko, það má margt segja um Einar Braga og hann svona kannski gengur oft fram úr sér í þessum svona hita og jafnvel utan vallar og í viðtölum en svona inn á vellinu þá er hann að spila þessa svona IBF-taktík þannig með orða, reyna að stuða menn en það er alveg klárt að Anton er að heyra þetta og er ekki ánægður hvernig hann er að haga sér. F.A. 11, afturring 13. Mosfellingar gert þetta frábælega það sem að verið mikið út af í 2 mínútur en það hefur ekki komið að sök en sem komið er. Einar Bragi. Gunnar Malmqvist ætlaði að stela boltanum, skila sér fljótt tilbaka. Einar Bragi út í hornið Símon Mikael, auka kast, start á fætur og hér er tiltæðilega hvað? Nei, áfram með leikinn. 5 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Stór skemmtilegu leikur hér. Sneisa fullt hús í Krikanum. Einar Bragi, Aron og hann með skot en hann klukkaði þennan boltinn í þverslána Kukobat. Ég gat ekki séð betur en hann hefði komið við hann. Já, Jóhann er komið 7 bolta varða. Frábær framistæði á honum. Aron Pálmarsson með skot. Kukobat ver, auka kast. Þetta hangir á línni hjá F.A. sóknarleikunni hjá þeim alls ekki verið góður Einar Ingi. Nei, mér finnst þeir vera að þvinga allt og mikið þessar árásir og
og hver leikmaður er að taka allt of mikið pláss eins og við sjáum Aron þarna. Hann er að virka 2-3 varnarmenn í hverju árás. Það er ekki nógu gott. Einar Bragi verður að fara í skotið. Maður fyrri hálfleiks. Kukumann ver. Frábær markvarsla, 2 marka munur. Þeir geta komist 3 mörkum yfir. 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Munurinn liggur bara í markværstunni. Jóhann með 9 bolta og Danni með 4. Birgir Steinn aftur kominn inn. Hann verður að mæta til leiks, hann verður að mæta í vinnuna, setja boltan út af. Ekki góð framkvæmd hjá honum, því miður. Og Aron, Einar Bragi og í skotið en ekkert á þetta, segir Anton Gylfi. Áfram í leikinn, langum fram og F-fáingar eiga þennan bolta klaufalega gert hjá Mosfeldingum. Öllu að freista þess að ná þarna hraðri sókn en hún gekk ekki eftir. Sjáum þetta hérna aftur. Hér kemur sendingin. Símon Mikael gerir þetta hins vegar vel. Þetta er mjög klaufarlegt hjá Jóhann og hann sá Gunnar Makat á bekknum. Hann var alls ekki sáttur með þessa sendingu og það er svo stutt á milli í þessu að allt svona getur, það getur bara skapað yfir svo núna 1-2 3 marka á sveiflu. Þetta ræðist á litlum atriðum. Stefán Magni, þetta var bara árás í talsverðu magni hjá honum. Þarna á Aron Pálmarsson, mikil æðamunur og þyngdamunur á þeim. Sá reynslu mesti á móti þeim reynslu minnsta. Jóhannes Berg, Einar Örn og frábær línusending en markvarslan, maður minn og sjáum við stuðningsmenn Mosfeldinga, þeir kunna að meta þetta. Árni Bragi og Birgir Steinn. Og vel gert halda þessu á lífi Birgir Steinn. Hann er kubbinn Birgir Steinn. Það er að skipta bolta. Það er mikill hiti hérna í húsinu. Ég sé að áhorfendur eru farin að klæða sig úr. Ásgeir Sveinsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ. Hann er mættur á svæðið. Topp eintak þar á ferð. Eðal drengur. Árni Bragi, Þorsteinn Leó Gunnarsson, Blær og Árni Bragi, Þorsteinn Leó varð alla leið og hann gerir það. Það er skotinu, brotið á honum í skotinu. Það er ótrúlegt hvað hann seglast þessi drengur. Þetta inntak segi ég nú bara. Þetta inntak. Þóra Blær og Þorsteinn, hver aftur að taka skotið? Það gerir Þorsteinn Leó! 7. markið hans. Þetta er ekki hægt. Þetta er bara ekki hægt. Og þetta er svona annar munur, við tölum markvarslan áðan en hérna, þetta er örugglega 3. markið sem Þorsteinn Leó svona skorar eftir nánast ekki neitt. Hann bara fer í loftið á 11 metrum og skorar og gefur afturhendingu svona auðvelt mörk. Og Aron Pálmarsson, Jóhannes Berg, Einar Örn og frábær línusending. Jón Bjarni skorar. Þetta var stórkostleg sending. Stórkostleg sending og bara samvinna þeirra má vera meiri. Árni Bragi og Birgir Steinn. En hann skiptir síðan á milli varnar og sóknar og Blær kemur inn. Blær er búinn að vera sterkur, Þorsteinn Leó sterkur. En Jóhann Kukumann að mínu viti leikmaður fyrri hálfleiks. Já, hann var lykil mínúta núna að fara í gang. Ætlar Afturhending að fara með 3 mörkin í hlið að gefa FH möguleikann á mikið. Það skiptir máli. Hver tekur að skarið? Blær. Árni Bragi. Blær Hinriksson. Farði alla leið og hann gerir það og skorar Blær Hinriksson. Þetta er frábærlega gert hjá honum. 3 marka munur. Vel gert hjá Mosfeldingum. Við verða að hæla þeim fyrir þeirra framgöngu hér í fyrri hálfleik. Hún er búin að vera mögnuð. Varnarleikurinn er sterkur. Aron með skot á gólfi. Vekkurinn hýrðir þetta og ungi maðurinn tekur síðasta skotið en það er kominn hálfleikur hér og það eru gestirnir úr uppsveitum Reykjavíkur.
Mosfellingar sem leiða með 3 mörkum. Einar Ingi, þessi fyrri hálfleikur og dregur þetta saman. Já, þetta svona bara einhvern veginn fleiri X-faktorar að stígu upp. Afturöldinga megin, auðvitað Kúkóbat í markinu, Blær búinn að koma stórgræsla inn og svo búinn að Steini svona bara gert vel úr sínu og gefið Afturöldingu auðvöld mörk. Hinum megin auðvitað, Danni þarf að stígu upp, hann þarf að verja betur í seinni hálfleik til að gefa FH sénsinn og þeir þurfa einhvern veginn að finna betri lausn sóknarlega og virkja fleiri menn. Ingvar hér niður á vellinum, við sendum boltan og hann staðinn í hálfleik FH 12, Afturölding 15. Takk fyrir það, Kaupi. Já, eins og þið kannski sjáið upp í stúku, þá algjörlega frábær stemning. Staðir 12-15, Afturölding. Eru með góða forystuður, endur þetta mjög vel. Við ætlum að fara yfir þetta hér eftir auglýsingar, ég og Einar Ingi. Þannig að ekki fara langt og fyrst auglýsingar. Talningun á hversu margar 2 mínútur? Sko, ekki hversu margar, en ég með, það var tvís að búið að gera, sko, 4. 3 þarna. 3 en einu sinni og tvís og 4, sko. Þannig að, sko þetta, eins og við fórum með, þeir með allt aðra línu, sko. Allt. Ég veit ekki hvort það sé gott. Nei, þú veist, auðvitað finnst þér Afturölding búin að vera mikið aftan í, sko, þetta. Ok, þau rúliðum bara, þú veist, og við förum bara yfir það þegar þau rúliðum og ertu nokkuð með tölfræði hversu margar 2 mínútur á komið það? Getur þú séð það eitthvað stærra? Ok, samt að 7 brotthúsanir. 5 Ok, 5 og 2. Já, endilega. Ég var hann að senda, ég sko það eitthvað, ég kemst ekki á Messenger, en ég get ekki sendt á þig. Það eitthvað mjög skrítið signal hérna. Þannig ég gæti ekki sendt neitt á þig. Já, bara, förum bara yfir hálfleikinn og þið bara rúliðum inn og þá bara segjum við, hérna þetta bla bla eitthvað. Af því við erum ekki með borð, þannig ég vil ekki vera með símann og svona, ég get eiginlega ekki skoðað það sem ég er búinn að skrifa. Já, Kúkóbat vörslurnar, Þorsteinn Leó með þessi fríu skot á 9 metrum, 10 metrum, 12 metrum og svo sérstaklega þetta atvik þarna þegar þeir fá ranga skiptingu þarna og verða 3 og svo kannski líka hérna Blæ. Já, Blæ og svo förum við að yfir hérna tökum inn Anton og Einar bara. Já, einmitt. Og Já, komið sæl aftur, við erum hér í Kaplakrika í leik 3 í úrslitaeinvígi Ólafsdeildar karla FH 12, Afturölding 15, Einar Ingi, það rosalega mikill hiti í þessu. Það svaka hiti í þessu og bara ótrúlega skemmtilegt einhvern veginn. Já, leikmennir virðast vera hátt uppi og kannski svona erfitt að finna línuna, hvar þeir liggja og allt þetta, margar 2 mínútur og svo hefur komið svona fram, en bara mikill hiti. Sko, já, það rosa mikið, það hörð lína, það minna leift. Samtalið jafnt í báðar áttir, en það þannig, þú veist, harkan eins í báðar áttir, dómarlega, en Afturölding komið 5 brotthúsanir
tvisvar sem lent sko með 4 minnum og einu sinni 3 og það kom eftir ranga skiptingu. Við erum með þetta ekki staðarina. Hérna sjáum við, já sko, hérna Blær að skora gott mark, margir er góða við sjáum leik, hérna sjáum skiptinguna. Hann átt að sjá því strax, hleypur hann 1 skref inn og reynir að fara tilbaka. Já, þetta er klaufarlegt og eins og ég talaði ég meina stjórnin á bekknum verður bara að vera betri, sérstaklega í þessari stöðu. Þeir eru 4, það er mikið svona traffík að skipta í markmannunum og svona mönnum inn, menn kannski ekki alveg í fókusnum sem að er venjulega þegar það eru 6 og 6 og þannig. En þeir svara þessu vel í kjölfarið. Þeir fáðu þetta mark á sig, eðlilega voru 3 og þurftu bara að láta hornin fara inn. En svo kemur góður kafli í kjölfarið og þeir sigla þessu vel heim. Já, þeir hafa bara einhvern veginn gert vel í báðum þessar tilvika sem eru 4 og 6 eða 3 og 6. Þá svona, auðvitað markmann kemur út á og þetta er kannski ekki margar sóknir akkurat 4 og 6 en þeir hafa gert vel og það hefur engin skaði eiginlega skeð eftir þetta. Þó þetta sé virkilega svona óskynsamlegt. Þeir eru búin að hanga aðeins aftan í og já, spennustígi var einhvern veginn svona smá skrítið, þannig að það er vel gert hjá þeim að þetta kostaði ekki meira en þetta gerði. Algjörlega, hérna erum við að sjá Þorstein Leó sem byrjaði mjög vel, komið 4 mörk eftir 14 mínútur, skoraði síðan 15 mark eftir 24, skoraði síðan 7. mark í kemur upp á 12-13 metrum og það er sko að koma augnablikana hérna. Þeir eru langt frá honum, lengi að bregðast við. Það er þetta sem við vorum að tala um að Afturelding hafi gert í síðasta leik gegn Aroni. Hérna er Gústi Birgis bara alltaf langt frá honum. Já, ég finnst, eins og segir, FH-ingarnir þeir eru einhvers veginn svona mitt á milli, svolítið svipað eins og það voru í fyrsta leiknum. Ég veit ekki, mér finnst eins og bakvörðurinn sé ekki að koma svona út með honum eins og hann var að gera. Auðvitað þarna einhvern svona seinni-bylgjumörk líka og upp úr engu einhvern veginn líka, þessi auðveldumörk. En í þessum fæslum og svona þá eru þeir ekki að rjúka út eins og þeir voru að gera. Kannski að bregðast við einhverju sem héldu að Afturelding myndi gera eitthvað. En líka Blær er bara sterkur og er svona þessi X-faktor finnst mér. Ég meina Steini er með sitt vopn en þeim vantaði svona einhvern Robin og Blær er búinn að vera Robin í allan vetur. Dattaðist niður á tímabili og núna er bara virkilega gaman að sjá hvernig hann er að finna orkuna og einn af þessum key-faktorum hjá Aftureldingu í fyrri hálfleik. Akkurat, og ég meina Birgir Steinn kannski ekki alveg að finna sig og hann var með klaufalega tapaðan bolta. Jó, Kukubat fylgdi því eftir með klaufalega töpuðum bolta fram. Kannski svona óþarfi á augnabliku sem að taldi verið mjög mikilvægt fyrir Aftureldingu en þeir hafa eins og svara sem mjög vel. Eins og segir, Blær er að koma mjög vel inn í þetta. Igor Kopasinski áfram mjög öflugur í horninu en fyrst og fremst þeir eru að fá Jóhann Kukubat í 10 vörslur. Það er rosalega mikilvægt. Það er bara faktorn. Og þetta er dauðafæri, hann er að verja alvöru bolta. Já, og það er einhvern veginn svona, það er þetta tína til hitt og þetta. Blær eins og segir búinn að standa sig svona vel og gera fjölbreytt. En in the end þá er þetta bara Kukubat sem er miklu betur en Danni í hinum markinu. Akkurat. Munurinn er samt bara 3 mörk. Maður svona mætti alveg vera meira og kannski er að brottvísundar eitthvað sem spilar það inn í. En Kukubat er búinn að vera dauðafæri eftir dauðafæri meðan Danni tók vel í byrjun og svo 1 og 1 bolta. Akkurat. Það er bara alls ekki nógu gott fyrir FH-ingarna ef þeir ætla að fá út úr þessu. Já, og svo þetta er rosalega vel gert hérna hjá Jóhann Kukubat. Sko, FH-ingarnir, það er eins og sé svo litið hátt uppi. Þeir eru, þó að þeir sé ekki að fá þessa brotta sem Aftureldingar fá þær, en þeir eru svona pínupirraðir. Einar Bragi er ykkur orðaskipt við Anton Gylfa. Hann er að segja að hafa þessi svo maður, hættu þessu. Það er eitthvað svona smá núansi sem Einar Bragi verður að passa sig af því að þú breytir ekkert Anton Gylfa einhverjum öðrum dómara eða fara hann með þér í lið með því að halda áfram. Nei, og eins og segja, Einar Bragi það bara að vera klókur. Ég meina það er munur og ég meina það hefur alveg sést svona bara í gegnum allt úrslitið. Einar Bragi er svolítið svona að spila þessa taktík. Hann er að reyna að stuða mennin á vellinum og jafnvel í viðtölum og milli leikja og allt það sko, en við látum það bara liggja milli hluta því að þetta Anton tekur bara öðruvísi á svona málum heldur en aðrir dómarar sem hafa verið að dæma leikinn á undan. Ég svo sem veit ekkert hvort það sé búin að vera eitthvað ekstrím meira í þessu leik eða ekki, maður svona heyrir ekki almennilega hvað gerist, en það var alveg greinilegt að Anton var honum pirraður á honum og eiginlega bara svona reiður af því að maður heyrði það bara að hann hækkaði vel róminn og svona, já, bara minnst að hafa sér mjög svona aggressíft. Já, sko, dómgæslan í öllum þessum 3 leikjum hefur verið góð. Hún er mjög góð í dag hérna líka. Hún er bara öðruvísi línan og þeir virðast alltaf bara taka aðeins harðar á því að menn sé að segja eitthvað. Að í síðustu leikjum hafa menn kannski bara með að spjalla, rólegir og tekið þetta á þeim forsendum, gengið vel, en þeir eru bara að taka þetta aðeins harðar. Já, og eiginlega er þetta að hafa svona öfug áhrif. Já, akkurat. Maður sá eins og í leik 2 að vera að leyfa eins meira og þá var bara meiri svona yfirvegan yfir leikmönnunum. Núna eru menn að pirra sig á
því að fá 2 mínúturnar Einmitt. og það myndar svona yfir spennu einhvern veginn hjá öllum leikmannunum. Þannig að þetta er kannski að virka svolítið öfugt, ætlar einhvern veginn að stabilira þetta og hafa röð og reglu, en þú sér bara einhvern veginn alla leikmenn að vera komin að hærra upp og einhvern veginn, já, aðeins svo mikill læsingur. Já, sko það er mikið undir, F-fangarnir eru undir á heimavelli, þeim líður vel hérna í húsinu, það er frábær stemning hérna, Aron Pálmarsson kemur inn eftir 14 og 20 held ég, það var sett hérna rétt fyrir þessa 15 mínútur klukkuskiptingin. Hvernig finnst þér hans innkoma að verið? Þetta er náttúrulega allt öðruvísi heldur en síðast. Núna kom hann inn einhvern veginn og svo er hann bara búinn að fá 2 mínútur, eða afturölding búinn að fá 2 mínútur og 2 mínútur á þeim tíma. Þannig að hann hefur ekkert fundið rytman eins og hann gerði svo vel í síðasta leik. Hann einhvern veginn fekk bara korter inn á vellinum, 6 og 6. Núna er hann alltaf einhvern veginn að reagera, það er yfirtalað, þeir eru 6 og 4, kemur 6 og 6. Og mér finnst eins og ég talaði um á, mér finnst eins og þeir séu að taka aðeins svo mikið pláss. Já. Af því að hann gerði vel að draga í sig og losa áfram í síðasta leik. Núna finnst mér að vera að fara öllítið of langt. Hann fær aukamannin í sig, hann er að loka svæðum á sama tíma. Þannig að hann má öllítið bara draga sig meira tilbaka, halda áfram þessum árásum og sjá hvernig, ekki vera að sækja mikið inn í þá heldur láta afturöldingu koma út í sig. Hann verður að sjá hvernig afturöldingu ætlaði að reagera á þetta. Því að maður sér einhvern veginn, maður er ekki búinn að sjá einhvern veginn hvar eða hvernig þeir ætlaðu að bregðast við þessu. Því að þetta er bara einhvern veginn búið að þróast þannig að taktíkin sem kannski var lagð upp eða var kannski ekki lagð upp, hún hefur ekki alveg sýnt sig á móti Aroni. Þannig að ég held að Aron vilji bara róa leikinn svolítið núna, vera svolítið bara taktísk réttur og gefa kannski betri færi. En svo auðvitað bara, eins og við tölum á, svo er bara Kukobat búinn að, hann er bara búinn að taka dauðafæri til dauðafæri og það breytir leiknum alveg frá afturöld sem hann ekki í síðasta leik. Þannig að, já, ég meina, ef að Kukobat verður áfram eins og hann var í fyrri hálfleik þá verður erfitt fyrir FH að snúa þessu, sérstaklega ef Danni kveikir ekki á sig. Þannig að það þarf eitthvað aðeins að breytast í FH svo að dýnamíkin breytist. Sjáum hvað setur, við erum búin að greina þetta, Einar Ingi búin að fara yfir þetta, hann og Kaupi lýsa í seinni hálfleiknum staðan 12-15, auglýsingar svo að síðari hálfleikur ekki fara langt.
Heilir og sælir á nýjanleik áhorfendur Símans, við erum í opinni dagskrá. Ísak Snær skoraði fyrir Breiðablik í bestu deildinni í kvöld en mættur á svæðið. Síðari hálfleikur er að hefjast. Staðan FH12, Afturhalding 15, sama lið hjá Mosfellingum byrjar síðari hálfleik og hófleikinn, stemmingin í húsinu verið gigantísk, algjörlega mögnuð. 2200 manns eru mættir hér. Blær frábæri fyrir hálfleik. Þorsteinn Leó, Blær Hinriksson og Birkir. Blær fer í árásina. Hann gerir þetta vel. Blær brotið á honum í skotinu, ekki dæmt. Þarna hefði ég viljað fá aukakast, fekk ekki. Dómararnir á öðru máli og FH getur minnkað munin í 2 mörk. Ásbjörn. Einar Bragi. Fekk skammi frá Antoni Gylfa í fyrri hálfleik. Hann baði hann að haga sér eins og maður. Og hann verður að gera það, annars fíkur hann að velli. Klárt. Já, þetta vinst í handbolta, þetta einvígi og þessi leikur, þannig að menn þurfa aðeins að kjarna sig og finna sína styrkleika. Einar Bragi Valdinsson. Þetta er vel spilað en þeir tapa boltanum. Aukakast, segir Jónas Eliasson. Sá þetta vel. Brotið á FH-ingu þarna. Blær Hinriksson gríðar öflugur varnarmaður einnig. Það er svo sterkt að vera góður á báðum endum vallarins. Sjáðu Blær við það að stela boltanum. Hann er klókur, skynsamur. Les leikinn eins og opna bók. Áfram FH-ingir eru svona smá hikandi í þessum færslum og það vantar svolítið svona að vera meira direkt og virkja á þeirra skipta allt og auðvitað á þessum skiptingum vörn Afturhaldingar. Einar Bragi klippið við Jóhannes Berg og Símon Mikael inn á línuna. Þar er Jón Bjarni Ólafsson sem þakkar kærlega traustið og skorar sitt 3. mark. 7 FH-ingar skorað í þessum leik, aðeins 4 Mosfellingar. Munurinn er 2 mörk. Frábær sókn í FH, hvernig heldur boltanum gangandi hann eftir fríkastið. Sigurður Ardal, þjálfari FH-inga, íbygginn og svip hér á hliðarlínunni. Hann er ekki rólegur. Þorsteinn og Blær. Og þá Birkir Benediktsson inn á línuna. Jakob Arnórsson, þeir tapa knettinum. Þetta er klaufalega gert, langur fram. Símon grípur þetta með annari og skorar. Þvílík tilþrif. Stórkostleg tilþrif. Eins manns munur á Steini. Boltinn á Ígor Kopisíski. Hann setur boltan í þverslána. Óheppinn. Þarna voru Mosfellingar óheppnir að ná ekki að skora. Kristján Arason hér í stúkunni. Frábær sending hérna en Sjáu, þetta er náttúrulega bara millimetr. Það munar millimetr en það er nú. FH-ingar geta jafnað metinn. sjáum að þetta stórkostlegu sendingu sem byrjaði þetta á klaufalega línusendingu frá Birki. Einar Bragi. Ásbjörn. Góð hreyfing hjá FH-liðinu núna. Gott flot á boltanum. Ásbjörn með skotið en gamli maðurinn ver. Jóhann Kúkómat. Verið frábæri þessu leik. Sjáum við stuðningsmenn Mosfellinga. Þeir eru kátir, styðja sína menn af miklu móð. Það voru 1600 áhorfendur á síðasta leik í Mosfellsbænum og verða fleiri á miðvikudag. En hér er eins manns munur. Birkir Benediktsson, Blær, Þorsteinn Leó og Blær fer í klippinguna við Þorsteinn og þá kemur skotið frá honum, brotið á honum í skotinu og þetta er aukakast. Full hægt núna hjá Mosfellingum, þeir þurfa að fá meira tempo á boltanum sem sagt er. Já, Þorsteinn á bara að vera rólegur, hann þarf ekki að þvinga neitt að komast í færi eða komast í skot. Þetta svona skila sér í þessum færslum. Hann fær sín færi, við erum alveg vissir, þá er hann Birkir. Og Blær, þetta er vel gert hjá Blær, við það að komast í gegn, hann missir boltan, klaufalega gert, langur fram Birkir, frábær varnarleikur, Kúkómat ver. Anton tekur þetta á sig. Já, hann gerir það, það var vel gert hjá Antoni Gylfa.
sjáum þetta hérna. Við sjáum hérna, það svona má hrósa nefnilega Jakob fyrir það, hann hreyfanlegur og duglegur að rykkja undir tvistana, en þarna hann einhvern veginn búinn að hlaupa á mikið. Hann byrjaði að rykkja undir tvist ára sem kom frá Birki, kom svo aftur tilbaka og lokaði á færi hjá Blæ, þannig að hann verður að finna balansinn í þessu. En geta FH-ingar jafnað metin. Stefán Árnason og Gunnar Magnússon á fundi á bekknum hjá Aftureldingu. Ekki samningafundi. Og frá Jóhannes Berg og Einar Bragi. Auka kast. Þarna voru FH-ingarnir ljónheppnir að fá ekki dæmt á sig töf bara. 4 sendingar, sýnist mér Ásbjörn. Og inn á línuna, þetta er vel spilað Jón Bjarni Ólafsson með sitt 4. mark. Þeir eru að finna hann núna, það er mikilvægt, 15-15 er staðan. Birkir og Þorsteinn Leó og Þorsteinn brotið á honum. Varnarleikurinn aðeins að þéttast hjá FH-ingum, ég finnst þeir þéttari núna, þeir eru nær hvor öðrum en þeir voru í fyrri hálfleiknum. Frábær línusending hérna frá Ása, en það er hárrétt sem hún segir að svona eru þéttir að búið að kveikja vel á FH-ingunum og þeir koma náttúrulega bara núna 3-0 kafli eftir 6 mínútur, Afturelding er ekki komið á blað. Og Birkir þarna á hann að skjóta á markið en auðvitað þarf hann að skora líka ef hann tekur sénsinn. Þorsteinn Leó í gegn og boltinn í stöngina, brotið á honum í skotinu. Þvílík skot hjá þessum dreng, þetta er alveg svakalegt að fylgjast með þessu drölli hérna. Frábær leikmaður Þorsteinn Leó Gunnarsson, stórkostlegt einnig. Ég þreytist ekki á að segja það. Og ég fullyrði það eru fleiri svona á leiðinni í yngri flokkunum á Íslandi, stórir strákar sem eiga að láta ljósið skína á næstu árum. Blær. Og vel gert hjá Blæ og Birkir og hann tekur skotið en Daniel Freyr er mættur í vinnuna og hann verð FH-ingar geta komist yfir. Já, þetta er ákveðið svona ágefni fyrir Aftureldingu núna. Það eru 7 mínútur liðnar og þeir eru komnir á blað. Eftir frábæran fyrri hálfleik. Eftir frábæran fyrri hálfleik og eins og þú komst réttilega inn á, þannig að þeir eru með alla byssurnar inn á og nákvæmlega sömu færslu, sömu taktíkur á í fyrri hálfleik en FH-ingarnir eru bara þéttari. Jóhannes Berg, Ásbjörn, Einar Bragi. Og þá fer Einar í árásina. Nú tekur hann skotið en veggurinn hirðir þetta. Ekkert að varnarleiknum hjá Mosfellingum, það er sóknarleikurinn sem er að trufla á núna. Jakob Aransson þarf að skipta á milli varnar og sóknar. Þá kemur Gunnar Malmqvist inn fyrir hann, sjáum þetta hérna. Bara frábær varnarleikur og ég verð að hæla Þorsteini Leó Gunnarssoni því að hann hefur bætt sig svo mikið varnarlega. Hann er orðinn alvöru varnartröll. Já, hann er búinn að átta sig á því að það þarf ekki að vera að hreyfa svo mikið, það verður bara að vera stór og vera með presens. Það er hans líkill sem varnarmaður, þetta er alvöru stykki og hann tekur mikið pláss. Út á það gengur þetta, þá koma heimamenn, Ásbjörn. Klippið við Jóhannes Berg og hann klippið síðan við Einar Braga og þeir missa boltan en ná honum aftur og Jón Bjarni í gegn og fær vítakast. Þetta var vel sótt víti hjá Jóni Bjarna. Þeir eru kátir í stúkunni, FH-megin. Það var heppni stimpill yfir þessu. Við sjáum seinni klippingin, hann missir boltan og það er að koma honum frábær inn á línuna og Jón Bjarni er alltaf nautsterkur og skilar þessi víti. Símon Mikael kemur á punktinn, Kukobat varði frá honum í fyrri hálfleik. Bergjamenn bjóra miklu mót og sala hjá FH. Og Símon Mikael skorar 3 mörk frá honum og FH er komið yfir í leiknum 16-15. Já, vel gert FH, hvernig er komað inn í seinni hálfleikinn. Við töluðum um það, þetta var spurning um hvernig myndu byrja þetta, þessar fyrstu svona klassísku 10-15 mínútur og Koma í meira tempo, reyfa út að reyna og snemma, reyfa bara að þetta gáða, þá er
koma mark. Það má vera laus hérna langan tíma. Það má koma á þessu og finna. Það er frábært að vinna til okkur og koma til okkar. Við verðum að meina tempo í gangalegin. Svo byrja það núna ekki. Þetta er rétti á Gunnari Magnúsinni. Þeir þurfa meiri hreyfingu á boltan. Já, þetta er hárrétt. Við varum að gagnrýna FH hérna rétt á það með fæsturnar og vera meira direkt og það á bara það sama við núna með afturhendingu þessi fyrstu 7,5 mínútur í seinni hálfleik. Þeir eru alls ekki direkt og einhvern veginn mikið bara hnoð og bara árásargirnin lítil og það er að skýrast því að þeir eru ekki búin að skora það sem af í seinni hálfleiks. Það var 15-12 í hálfleik fyrir gestina. Hér sjáum við markahæstu menn. Jón Bjarni með 4 fyrir FH og Þorsteinn Leó með 6 fyrir Mosfellinga. Blær 4. En nú er að duga eða að drepast. Það er ekkert þar á milli. 4 leikmenn konar á blaði afturhendingu. Það er þessi breytt og þetta virkja leikmenn. Þeir þurfa að finna balans í þessu. Árni Bragi kominn hann út fyrir að meira flota boltanum þegar Árni Bragi er að spila. Hann er kvikur leikmaður, skynsamur, greindur og Þorsteinn Leó fann ekki línuna, var að leita Jakobi Aronsinni og eru þeir að missa boltan. Þetta er auka kast, hann ætlaði að fara að dæma töf. Þarna Anton Gylfi Pálsson leta bara eiga sig. Þeir fá 4 sendingar. Áfram, Gunni vildi fá meira direkt og þetta eru bara sendingar. Og Þorsteinn og Blær, hann verður að fara í gegn og hann gerir það. Ef þið viljið fá víti þarna fær ekki. Kominn alla leið drengurinn. Þetta eru svakalega átök og þetta þegar líður á leikinn þá þreytast menn og brotin kannski verða skrautlegri. En nú þarf Steinlitli að láta vaða á rammann. Gerir það væntanlega á næstu sekúndum eða mínútum. Já, það eru bara allir klárir að detta niður og blokka fyrir Steina og hann fer í loftið, einsending eftir. Og hér kemur Þorsteinn og hittir ekki markið yfir. En auðvitað var þetta erfitt skot af löngum færi en F-fáðingar geta náð hér 2 marka forystu. Það er stuð í stúkunni. Já, F-fáðingum. Það verður áhugavert að sjá hvað Mosfellingar gera núna. Ætlar að fara í 7-6 eða eitthvað til þess að aðeins að fá auðveld mörk frá Steina eða einhvers konar taktíska breytingu. Jóhannes Berg og Einar Örn Sindrason og þetta er lína sýnist mér. Ólöfli blokkering. Já. Jón Bjarni. Rassinn. Mosfellingar geta jafna með til Blær. Kemur boltanum á Þorsteinn Leó. Hann á Ígor. Kominn Sinski maður. Wow! Þetta er rosalegt mark. 16-16. Sá er rólegur. Þetta er bara snilling. Snillingur. Þetta eru mörk við öllum Rebbo og slitum já. Já, Ígor. 16-16. Sigursteinn Ardal farin að hrista höfuðið hérna út á títt. Það er eins gott að hann fara ekki úr hálsliðnum. Einar Örn fer í árásina. Símon Víkalín Kukomak með dýrmæta markvörslu og aukakast hér. Þarna voru þeir hefnir. Birgir Steinn Jónsson búinn að vera frábær fyrir Mosfellinga í vetur en hann þarf að finna takt í sinn leik. Hann þarf að þvora. Hefur dreigið sér svolítið inn í skel sóknarlega og það bara má ekki. Já, og nú er bara lykil tímapunktur fyrir hann einmitt. Hann þarf að stíga upp núna. Það er verið að hvíla Þorsteinn, gefa honum mínútur og þá verður Birgir Steinn að stíga upp. Og Blær Hinriksson skorar sitt 5. mark og kemur Mosfellingum aftur yfir. 16-17 er staðan. Blær búinn að vera stórkostlegur í þessum leik. Stórkostlegur. Einar Örn. Og Einar Örn fer í árásina. Hann fiskar hér í víti. Þetta er ódýrt víti. Blær verður fyrir Njaski. Fær hann að högg á fingur. En síðan þurfa menn að skora úr vítinu. Við erum í Kaplakrika í Hafnarfirði eða Memphis eins og ég kalla Hafnarfjörð og hef gert í mörg ár. Já, Blær verður það fengið högg á fingur. Vonandi ekki alvarlegt. Þetta verður bara teipað. Símon Mikael Kukomak. Og hann
Þvervíti frá honum, annað víti sem hann tekur. Þetta var frábær varsla. Sjá þess að vörn frá Gunnari Malmqvist þarna. Gunnar Malmqvist náttúrulega alveg svakalegur. Þetta svo mikill liðsmaður, svo mikill karakter. Fyrir utan það stórskemmtilegur náðingi. Ásbjörn. Einar Jóhannes Berg, Einar Örn Sindrason nú reynir að draga frá, þeir verða að fara í árás. Þeir get ekki biðið lengi með þetta. Og Jóhannes, hvað þarf hann að gera? Fyrir yfirhandafindina sína í gegn og skorar vel gert hjá Jóhannesi Berg. Andrasinni, hann er góð með 4 mörk. Að jafna metin 17-17 er staðan. Blær. Þóttur Leó skiptir á milli varnar og sóknar. Það er jafnt hér á öllum tölum. Liðin skiptast á að hafa fórustu. Þannig viljum við hafa það. Svona á þetta að vera. Stemmingin báðum meginn ótrúleg. Og Blær fara alla leið. Og Árni Bragi í gegn. Og skorar. Þetta er frábærlega gert hjá Árna Braga. Fyrsta markið hans. Hann er komin á blað. Gestirnir leiða með 1 marki. Jóhannes. 12 mínútur búnar á síðari hálfleik. Þetta þá að styttast í Aron Pálmarsson. Hann tekur hér síðasta korterið. Ég spái því. Ásbjörn. Einar Örn. Sigursteinn Arnar nýtt breiddina í sínu liði og gert það vel. Ásbjörn tekur skot á gólfi en Kukobat verður til lína. Frábær markvarsla enn og aftur, langur fram. Árni Bragi, Birgir Steinn, Blær. Þeir róa mannskapinn hérna, stilla upp. Gunnar Malmqvist skiptir á milli varnar og sóknar. Kukobat er búinn að vera stórkostlegur. Stórkostlegur. FH 17, afturrending 18, Þorvaldur Tryggvason kominn inn á línu. Og þetta er fín línusending, en þarna á hann að grípa boltan langur fram. En ekkert verður úr þessu, hvað gerist hér? Svíkast þarna. FH á þennan bolta, þeir geta jafnað metin. Þetta er svakalegur naglbítur þessi leikur. Birgir Már, brotið á honum þarna. Þorvaldur á að grípa þetta. Já, ekki spurning Einar Ingi, þú verður bara að grípa þennan bolta, það er lágmarkskrafan. Aron kominn inn. Nú fer hann í árásina, finnur Jóhannes og Birgir Már. Hann skorar, jafnar metin. Birgir Már Birgisson með sér 3. mark, staðan í jöfn. Staðan er jöfn. Þetta er nákvæmlega staðan sem var að koma upp svo oft í leik 2 þar sem hann kom í árásina og opnaði breytt. Og þeir þurfa að loka á þetta. Árni Bragi, Blær að reyna að losa sig hér. Birgir Steinn, Árni Bragi Eyjólfsson, Birgir Steinn og hann í skoti, jæja, loksins, velkomin í vinnuna, vinnu minn, fyrsta markið hans. Vel gert hjá Birgi þarna, fínt skot frá honum, þetta ætti nú að gefa honum aukna orku, sjálfstraust. Þetta gerir hann frábærlega. Já, vel gert, direkt, beint á markið, gott skot á gólfi. Engar krúsidúlur, einfalt. Hér er hraði, kraftur, spenna. FH-ingar geta jafnametinn. Aron og Jóhannes Berg og setur þetta yfir höfuðið á Kukobat. Jóhannes Berg með sitt 5. mark. Hann lifir á Aroni Pálmarssoni og félögum. Þetta er, við sjáum afturhaldingu, þeir eru að reyna að gefa Þorsteini Leó smá hvíld varnarlega og Þorvaldur að spila þarna þristinn og það einhvern veginn, hann er að þétta allt of mikið yfir á Aron sem að gekk einmitt vel í fyrri hálfleik að gera ekki.
19, Mosfellingar fá annað tækifæri til að komast yfir. Árni Bragi og Birgir Steinn að fara alla leið og hann gerir það, hann vaknaður. 2 mörk frá honum og gestirnir leiða með einu marki. Sjáuði stemminguna, hér eru ungir Mosfellingar, framtíðar handboltamenn, unglingastarfið algjörlega til fyrirmyndar upp í Mosfellsbæ og hefur verið á þessu ári í það minnsta. Þá eru frændirnir saman, Einar Örn og Aron Pálmarsson inn á völlinn. Einar Örn fer í árásina, tekur snúninginn eins og Róbert Aron Hostet gerir gjarnan. En þetta verri útgáfan. Orginal í Gríklandi núna. Heldur betur. Og Aron með frábæra sendingu, Símon Mikael setur þetta í hornið. Fjær, 4 mörk hann komið með, hann jafnar metin 20-20. 17 mínútur lunar tæpar þó eins og þið sjáuð á skjánum, áhorfendur góðir. Þetta er allt í járnum. Þetta er frábær handboltaleikur. Frábær. Birgir Steinn og hann í skotið og skorar! Þetta er vel gegn Birgir Steinn Jónsson, sást ekki fyrri hálfleik en hann er að taka þetta yfir Aron inn á línuna, auka kast á 2 mínútur, þetta eru dýrar 2 mínútur, ég myndi segja rándýrar. Ja, þetta er í raun bara, það virtist verið að kunna að segja henni andlitið. Það er klapp á hann og þarna en það er bannað. Eins marks munur og áhorfendum enn og aftur staðnir á fætur. Þeir get ekki setið hérna stuðningsmenn Mosfellinga, þeir eiga bátt með það, þeir eiga bátt með sig. Aron og Einar Örn í gegn, þetta bjó Aron til, átti þetta mark skuldlaust, Brandan skoraði, kominn á blað, jafnaði metin. Sjáðu þetta, 21-21. Hann les leikinn svo feikilega vel. Þetta er náðargáfa. Þetta er meðfædd hegðun. Það er bara þannig. Birgir Steinn búinn að vera góður síðustu mínútur. Hann þarf að halda áfram. Brotið á honum. Árni Bragi. Steinn er að lauma sér í gegn. Nær ekki að fara alla leið. Mosfellingar þurfa mark. F-áingar verjast. Einar Bragi hefur hagað sér eins og maður í síðar áleik. Ekki tvisinn á honum og hér er einn. Árni Bragi í skoti, setur bolta fram hjá markinn. Ígor hirðir frákastið. Anton Giljóa með allt á hreinu. Allt á hreinu. Þetta er áhugavert, hann vill fara í stöngina eða fara í járnið þarna í markinu, veit það ekki. Og Birgir í gegn, en auka kast dæmt. Og sérstök svona reboundið af skotinu í átna á hann. Heldur betur. Höndin komin á loft. Og Birgir Steinn. Og Árni Bragi með skot yfir markið. Hann varð að taka þetta skot. Staðan í jöfn. Nú geta F-áingar komist yfir. Nú geta F-áingar komist yfir. Aron Pálmarsson. Jóhannesberg, Aron, boltinn út í hornin, Símon Mikael! Þetta er varið, Kukobat ver. Hver liggur þarna í valnum? Þeir lenda þarna saman. Við viljum að sjá þetta aftur, Jónas Eliasson aðgæta þetta, Þorvaldur Tryggvason, prompter strákurinn. Var lengi í fréttum á Stöð 2 og rúlaði texta fyrir fréttamenn og gerði það listilega vel. Klikkar aldrei. Já, þeir lenda bara saman þarna. Þorvaldur fær hnakkan á. Við sáum á flautuleikinn þarna í Lúðrasveitinni. Svan, hann er komin í frí. Svo Stöðlega Gunnarsson, þá kemur hann aftur inn. Þessi stórkostlegi strákur. Hann er búinn að skora 6 mörk.
frábær stemming og gaman að sjá heila lúðrasveit mæta á svæðið. Einn þarna með bassalúðurinn, hann orðinn þreyttur og situr. Það stöðlega á að fá Birkir, reynir að brjóta sér leið í gegn en varnarleikurinn heldur. Leikmaður númer 18 komin inn í FH, Daniel Matthíasson, hann naut sterkur, hann smávaxinn en hann hraustur í meira lagi. 10 mínútur eftir, staðan jöfn. Birkir. Og þá Blær á Þorstein og Þorstein í gegn og fiskar víti Þorstein Leó Gunnarsson. En það þarf að skora úr vítunum, það var væntanlega Blær Hinriksson sem fær það hlutverk. Við sjáum að Blær gerði þetta feikilega vel, hann býr þetta til og þetta víti allan tíman. Birgir Már inn í teignum, Blær Hinriksson setur boltann í þverslána og annað tækifæri sem Mosfeldingar fá. Og það mynd þarna Blær Hinriksson gerir þetta allt rétt nema setur boltan bara í tréverkið. 21 er staðan. Þorsteinn Leó, Birkir, Blær. Og Blær í skotið og þvílíkt skot. Hann komið með 6 mark, strákurinn kemur Mosfeldingum aftur, markið yfir. Svakalegur kraftur í drengnum. Ofurkraftur. Aron Pálmarsson að róa mannskapinn. Getur stýrt leiknum, hægir þegar þarf og síðan koma gullsendingar frá honum. En FH-ingar þurfa mark. Aron! Já, Pálmarsson skorar hér. Afgóði, jafnarmetinn. Liðin skiptast bara á að skora núna. Og mér finnst svona FH-ingar þurfa eitthvað aðeins að bregðast við þessum Árnason og Blær. Þetta Þeir ráða bara ekkert við hann. Hann sko með þyngdarpunktinn neðarlega og hann flinkur og hann áræðinn. Svo hann líka bara nautsterkur. Já, og það gengur ekki fyrir Gústa að vera svona að hlaupa á mótónu þegar Árnason að byrja. Þá tapar hann í 9 hverjum 10 skiptum. Og Birgir, brotið á honum. Þannig vildu Mosfeldingar fá 2 mínútur, fengu ekki. Anton Gylfi að róa mannskapinn hérna. Flautar þetta á aftur, dómararnir haft fín tök á leiknum. Ára Blær, Birgir. Og Birgir í skotið, Benediktsson. Þetta var alvöru slumma eins og þeir segja. Og aftur leiða þeir með einu marki. Við sjáum FH-ingar komnir með Jakob að það verið framann eins og þeir gerðu ekkert ósvipað síðustu svona 4 mínútur í síðasta leik. Það fara öllítið fyrir það núna og Birgir gerir vel en þetta breytir aðeins dýnamíkinn í sókn afturhaldingar þannig að menn þurfa að taka á skarið eins og Birgir gerir vel hana. 22-23. Aróta Mosfeldinga algjörlega til fyrirmyndar. Sömu sögur að segja af leikmönnum FH. Og þetta skot yfir markið. Þetta var ekki góð ákvörðun eða hvað? Þetta var klaufalegt. Þeir voru einhvern veginn búin að finna færin og finna og opna sénsina. Sókn eftir sókn og svo byrjaði að þvinga þarna einhver aðra ást. Þeir þurfa að vera klókari, halda haus og trúa því sem hefur verið að virka núna í seinni hálfleik. Jakob Martin kominn fyrir framann og bregðast er fljótt við. Nú þurfa Mosfeldingar að grafa djúpt líka og bregðast við þessu afbrigði. Og hér það Birgir Benediktsson, farði alltaf leiðmaður, hann næri ekki að gera það og auka kastæmt. Hann svo hátt uppi, manni finnst hann geti skorað nánast þegar hann vill. Eins marks munur Jakob Aronsson á leið í Hauka, hann fer í heimahagan á næstu leiktíð. Sonur Arons Kristjánsson, þá þurfum við ekki að taka það fram. Það allt í genunum þarna. Birgir og Blær inn á línuna, þetta frábærlega gert og Jakob, nú beið hann fyrir allan peninginn og hann skorar 2 marka munur. (22-24) og Sigursteinn Arnald tekur leikhlé.
Ég veldi líka fyrir mér sko Einar Ingi sko tempóið, hraðinn hjá FH, hann bara ekki nægilega mikið. Þeir þurfa að hafa rosa mikið fyrir mörkunum og það hefur þetta gert vel núna svona undanfarið að Aron að opna færin og draga í sig og spila svona á þess að taka mikið pláss. Steini vill væntanlega setja upp eitthvað sérstakt. Sjáum að það mikið veikt í Aroni Pálmarssyni, hann rólegur, yfirvegaður, hefur séð þetta allt áður, allt saman. Nú þurfa Mosfeldingar að standa vörn, þeir eru búin að vera frábærir í þessum leik. Þetta Birgir eins og hann gerist bestur, frábærlega skotið hjá honum og aftur í gegn. Þarna þekkjum við Kauða, mætti ekki til vinnunni í fyrri hálfleik, mætti Vinsætti stimplaði sig inn. Og þetta Blær Hinriksson. Að mínu viti hann einn besti maður vallarins hér ásamt Jóhann Kúkóbart. Engin vafi, Aron og Jóhannes Berg fær vítakast. Dómararnir algjörlega með þetta á hreinu, ruðningsknukur af þessu en víti skal það vera. Þeir eru væntanlega hérna inn í teignum og þar að leiðir verða þeir að dæma víti. Nú er það Aron Pálmarsson sem ætlar að reyna að skora hjá gamla manninum. Þetta er mikilvægt vítakast. Hrikalega mikilvægt. Aron tekur eina gafhreyfingu, hann skorar. Aron Pálmarsson komið með 3 mörk. 23-24 er hann að draga það á landi hérna. Þetta er hrikalega vel skotið hjá þessu mikla meistara Aroni Pálmarssyni. Einsmarsmun Mosfeldingar koma hér í sókn. Þeir eru að gera vel í síðustu sóknum. Birgir og Blær tapa knettinum. Nei, Blær nær honum aftur en nei. FH-ingar geta jafnað metinn 23-24. Það eru 5 mínútur eftir að leiknum. Þetta ræðist á smáatriðum hér eins og við sögðum í upphafi leiksins. Fljótt á litið á Leitsson út af þessi boltaði færi í fótinn á Jakob. Ég gat ekki séð betur en auðvitað Aron með skotið af gólfinu. Hann er að taka leikinn yfir. Hann er komið með 4 mörk, hann jafnar metinn 24-24. Aron er búinn að vera algjörlega stórkostlegur í seinni hálfleiknum. Eiga svona skot sem að þegar þeir hafa átt erfitt og gert svo hrikalega vel og opna fyrir Jóhann Berg og sérstaklega líka í horni fyrir Símon. 7-6. En nú er það bara 4 mínútur eftir og nú er það allt eða ekki þarna Bragi. Blær, Þorsteinn og dragaði vel frá og Blær kemur boltanum á Stefán Magna og sjáuði unga mannin. Hann skorar svellkaldur Stefán Magni Hjartarson. Hann er skemmtilegur þessi strákur. 24-25. Hann aðverum. Þetta er hrikalega vel gert hjá þessum unga manni í 3. flokki karla. Íslandsmeistari þar. Þetta er efni. Einsmarsmunur. Nú þurfa Mosfeldingar að vinna boltan en FH-ingar að jafna metinn. Þetta mun ráðast á hvaða markmaður mun stíga upp núna þessa mínútur. Það er svona aðeins búið þetta niður í markmannstann og hver ætlar að stíga upp? Aron Pálmarsson, það er maðurinn. 5 mörk frá honum. 25 er staðan. Hann er að draga þá hér á landi. Aron Pálmarsson. Þetta er hamar. Þetta er negla. 4 mínútur. 3 verður sér. En Mosfeldingar þurfa mark. Þá er allt mögulegt. Árni Bragi og Blær. Ágúst Birgisson. Aftur líkir í 7-6. Og Blær. Hendinn komin á loft. Þeir verða að taka ákvörðum hvað það er að gera. Og Þorsteinn Leó! Þetta er vítakast eða hvað? Og 2 mínútur þá hlýtur að vera. Þetta er áhugavert. Af hverju? Hann er að reyna á boltanum. Þú nær bara boltanum og sendur þig og ég get ekki það grína. Sjáum við hérna.
Já, hann nær bara boltan, þetta er rétt af Jónasi. Áhugavert er það. Ekki vítisamt. Já, þetta er bara fríkast þarna. Já, fríkast. Dómararnir pottrólegir hér. Þetta eru rólegustu mennirnir í húsinu núna. Staðan er jafn 25. 25! Þetta er hendir uppi og síðasta leikur manns með einu marki. Hvað gerist hér? Þorsteinn er út af vellinum núna á hendinir uppi, þannig að Þorsteinn Leó Gunnarsson, hann virðist, hann er draghaltur. já, hann virðist kvenka sér, það er áhugavert, hann hafi ekki einhvern veginn verið inni til að taka þetta síðasta skot hérna þessari sókn. Þvílík spenna, ég held að fólk sé að fara hér á límingunum. Það er að fara á límingunum. Mark núna skiptir máli, sama hvorum megin það kemur. Hendin fór niður, ég átta mig ekki alveg á því Hvers vegna, það er Blær og Birgir og Blær Hinriksson og Birgir og Blær aftur og nú verða þær að fara í árásina, þeir gera það hér, þetta er rauningur, engin ágangur á því og þeir stela boltanum hérna, vinna boltan, afturhelding, vinnur boltan, þetta er vel gert hjá Mosfeldingum. Þeir fá annað tækifæri til að komast yfir, þvílík spenna. Fólk er hægt að horfa hérna á leikinn, það grípur fyrir augun, það horfir ekki á þetta. Þetta byrjaði á stórkostlegri vörn hjá Einari Braga þarna að fá ruðningin sem var hárréttur og svo keyrði aðfangarnir upp og mér sýndist að það hafi verið Aron sem að átti þarna svona misjafnaða tæpa sendingu sem að Jakob má ekki halda. Þorsteinn Leó Gunnarsson, hann er mættur, aftur. Þessi magnaði leikmaður. Ég sé foreldrar hans hérna beint fyrir fram að mig. Þau eru ekki róleg, ég get lofað ykkur því. Nei, þau dansa hérna fram og tilbaka og það er ekki út af tónlistinni, það er út af stressi. Polka snell og þá er það Birgir Blær. Og Birgir fer í gegn og auka kast, hann fer þarna í yfirhandafintuna sína. Mark Frægu, hann ógnar alltaf þarna upp í ruslatunnurnar en hann er bara kominn of langt því miður. Hann þarf að bæta úr þessu, hann þarf að tæma þetta betur. En tunnan, ruslatunnan, það vil segja, hún er alltaf tæmt á réttum tíma. 25. Sá Þorsteinn að baða maður. Og Þorsteinn Leó Gunnarsson og Blær. Nú verður hann að fara í árásina, hann gerir það, Blær Hinriksson, þetta er vítakast. Víti. Og þeir eru brjálaður, FH-ingarnir en Mosfeldingar fiska víti hér. Það verður hver, það verður Birgir, það verður Blær. Blær á að taka víti, það er mín skoðun. Hann sett hann í slána áðan. Blær Hinriksson búinn að eiga mjög góðan leik. Áhorfendur góðir í sjónvarpi Símans. Haldið þið niðri í ykkur andan. Ekki loka augunum. Hann ver vítið. Þvílík neið. Þetta er svakalegt. Hann er með 6 bolta varða í þessu leik og hann er að taka þar mikilvægasta. Meðan að Jóhann er með 15 í markinu hinum einn. 25, þarna voru Mosfeldingar í dauðafæri á að klára leikinn. Nú geta FH-ingar hins vegar klára þetta. Þeir unnu síðast með einu marki. Þetta er naglbítur af bestu gerð. Einar Örn. Klæfranir sendingir löng á Jóhannes Berg og hann fer í árásina. Hann tekur ekki skoti, boltinn út í hotnið Símon Mikael. Hendin lítur að fara á loft hjá dómarum. Hún kemur hér. Og tíminn er stöðvaður, Sigurður Arnald. Og nú er að heyra í mönnum. Þeir vilja meina að það tekið tæmandi áður en að hendin kom upp. Ég veit svo sem ekki hverju það á að skipta. Ég held ekki, en staðan er jafn 25-25. Nú ræðist þetta Einar Ingi Hrafnsson.
Kveðja á hann. Þetta er mjög áhugavert, Afturelding voru komnir í svona 3-2-1, 5-1 vörn hérna með Gunnar Mál fyrir framann. Bara svona stuðaði það aðeins og bara núna að fá timeoutið til að stilla sig upp og ég náði ekki alveg hvað var lagt upp með en mér finnst ekkert ólíklegt að það hafi komið úr reynslu Arons Pálmasonar. Sú taktík. Já, 50 sekúndur takk fyrir þetta. Það er nægur tími fyrir mark. Nægur tími fyrir mark en staðan er jöfn 25-25 F-háingarnir. Þeir verða að skora. Jóhannes Berg fyrir yfirhandafylluna sína, vinnur hér smá tíma. Þrjár sendingar. Jón Bjarni þeir hafa góðar gætur á honum, hann rekur á í burtu og svo fer þetta aftur af stað. Jóhannes Berg, hann verður að taka skotið og gerir það. Ungi maðurinn, settur 26-25. Gunni á timeoutið, tekur það. Já, og nú galdrar hann eitthvað fram. Nú þarf Afturelding að jafna metin. Náðu þeir að jafna, þá verður framlengt. Þetta er svakalegt, Guðjón Guðmundsson. Þetta er rosalegt innvígi. Þetta er nákvæmlega eins og í síðasta leik. Þetta ræðst á litlum atriðum eins og við höfum að tala um og sögðum hér í upphafi leiksins. Stefán Árnason, tenórinn. Hann er þagnaður tenórinn. Gunnar Magnússon virkar rólegur og snæð þarna fyrir aftan hann. Verið klókur 26-25 staðan. Nú er þetta bara spurning hver þorir. Það eru lagt upp alls konar taktíkar og alls konar færslur en þegar öllu er á botning kvöld þá verða menn að þora þegar menn fá boltan og þurfa að taka ákvörðun á mjög litlum tíma þar sem að 20 sekundur lifa eftir að klukkunni og nú þurfa leiðtogar að stíga upp. Já, Jóhannes Berg gerði það í liði FH, kom þeim yfir 26-25. Jóhannes búinn að vera sterkur, 6 mörk frá honum, hann er markahæstur FH-ingar. 7-6, Aftureldingu. Þá er það stóri strákurinn, Þorsteinn Leó, Árni Bragi, hver skýtur, hver tekur lokaskotið og boltinn inn á línuna og Jakob Aronsson jafnar metin 26-26. Símon Mikael tryggir FH sigurinn hér á ögurstundu með sínu 5. marki. Lokatölur hér 27-26. Stuðningsmenn Málflutninga vonsviknir FH-ingar landa hér einsmaks sigri í hreint mögnuðu leik. Einar Ingi Hrafnsson til niðurstaða. Þetta var og haka dotti hvorum veginn en að lokum það voru FH-ingar bara sterkari. Þeir komu sterkari inn að seinni hálfleik. Afturelding kveikti ekki á sig fyrir eftir 8 mínútur og þetta ræðst á hraðri miðju þegar 5 sekúndur eru eftir og Símon öruggur og skorar. Það velti því fyrir sér Mosfellingarnir þeir klikka á víti, Blær, þar hefði hann hugsanlega geta klára leikinn en þetta eru litlir hlutir en sem verða svo risastórir þegar þú gerir dæmið upp. Já, við sjáum bara síðasta korterið, þetta byrjaði FH miklu betur í þessu seinni hálfleik en Afturelding náði einhvern veginn að finna balansin, þeir voru að stýra þessu, þeir voru alltaf fyrr að skora yfir alveg þangað til vítakasti kemur hjá Blæ, fyrsta tempósvídeó. Og hér sjáum við loka sóknina sem réði úrslitum og loka sóknirnar. Hér skorar Jakob Aronsson og sjáum við Daniel, hann er fljótur að koma boltanum Ágúst Birgisson og hver á sendinguna? Aron Pálmason. Auðvitað og Símon Mikael er hetja FH-inga. Þetta eru lokatölur hér 27-26. Ingvar er klár niður á gólfinu. Við fyrir að senda boltan hérna niður til hans Ingvars. Hann hefur í nógu að snúast. Einar Ingi, það er leikur á miðvikudaginn. Miði er möguleiki. Ingvar, yfir til þín. Já, held ég því líkur endir á rosalegum leik. Ég veit ekki hvað skal segja um þessa ótrúlegu stemningu sem er að myndast hérna í Kaplakrika. Þeir voru sekúndu broti frá því að fara hér í framlengingu
og það var öll stemning einhvern veginn með afturhendingu hér rétt áðan, en það er FH sem er komið 2-1 yfir eins og við heyrum og sjáum inn í höllinni. Það er ennþá verið að fagna þessu rosalega augnablikkin í lokin. Við ætlum að kíkja betur á þetta hér í punktalínunni eftir. Ég og Einar Ingi ásamt leikmannum, við kíkjum á þetta. En bara til hamingju FH-ingar, rosalegur eftir. Ég ætla að hoppa í auglýsingar eins og þið og svo komum við með vonandi magnaða punktalínu.